Það komið að undan úrslitum frís. Stók ég að beina mér dramatísku, ekki hægleg hitta að gera eitthvað hérna. Já, þú hefði getað verið töluvert dramatískari. Bíddu. Já, prófa aftur. Í kvöld. Hefst leiðin að úrslitunum. Það stóra sviðið. Það draumur allra að komast á þetta svið nema Kitta því að maður frekar verið getur betur. En fyrir utan það, þá þetta stærsta stund framhaldsskóla ársins. Ég heiti Kristján Einar, Egill Plóter með mér og ótrúlega satt, þá Kristinn Óli, sem var óskabarn þjóðarinnar, en við þekkjum sem K-Money. K-Money. Hann byrjaður að reykja sígarettur, hann með hár á hökunni. Já, ég þetta glemt að, það? Það var svona lítið, ég var bara að taka það, sko. Takk, glemt að raka mig í dag mér þessu, sko. Þegar ég líka púla svolítið svona no shave, já, sko. En þú ert náttúrulega með tölvöld jafnara, sko. Ég fæ ekki yfir að skilja. Ég með high shave út í ég bara hef ekki komist í það. Þetta svona stigvaxandi svona. Já, mér finnst þú flott. Það ekkert stigvaxandi hérna reyndar en fyrir utan það erum við alveg í góðum mál. Mín skoðun rauninni bara svo að þú eigir svolítið að vera svona, sko. 100%. Ég sko nýrakaður mjög skeggjaður. Já, mitt. Þú nýrakaður mjög skeggjaður. Já, mitt, ok. Þú veist, þú vilt ekki sjá andlitið. Já, það bara þannig. Ég nú ekki alveg það. Mér langar alveg að sjá andlitið. Þú veist, það alltaf gaman. Það fyndið. Nei, hættu þessu. Ég bara sem alveg ótrúlega ómyndalegt barn ekki góður hlutur, sko. Varstu það? Nei, ég tala þegar ég tek skeggið að mér. Já. Það bara svo mjög ómyndalegt barn í það. Varstu ómyndalegt barn? Nei, ég tókna á leiðinni heima á fæðingadeildinni, sko. Alveg bara rólega þetta. Þú varst litla rúsínan bara, alveg bara. Eðlilega myndalega, sko. Geðveikt. Og við getum talað um það lengi, með myndi til að sýna ykkur alla Já, ég hlakka bara til að sjá það. Það var bara sama hér. Já, geðveikt endi segment. Hér eru nokkrar myndir af mér. Förum myndalbúmið. Herðu, það Hvert fórið þau? Ég veit ekki, það ekki eins sko, við erum ekki að búin að kynna hvaða lið að keppa. Nei, þetta náttúrulega sko, ég var að vinna með fagmönnum. Já.
og það er ég ekki að gera hér. Nei, sér þetta okkur. Það er náttúrulega sko, það er Clash of the Titans. Það er ennblega málið. Ég er svo spenntur sko. Það er ennblega málið. Þetta er sko, þetta hefur næstu alltaf verið úrslitaleikurinn sem er skemmtilegt. Við erum með Tækniskólan gegn FFA. Þetta eru meistarar frís, bæði 2. FFA er náttúrulega einföld en eru ríkjandi meistarar. Ríkjandi meistarar. Þannig að Tækniskólinn, vill náttúrulega hrifsa þetta tilbaka. Já. Það er ekkert flóknara en það. Já, harma hefna gegn FFA. Já, því þeir fóru líka bara svona nokkuð þægilega í gegnum fyrstu 2 sísónin. Tækniskólan? Já, þú veist, bara að segja svo það var ekki mótbyr, sko. Það er svolítið málið, sko. Pökkuðu saman frís. Þetta var ákveðið sjokk í Tækniskólanum í fyrra. Já, þeir fóru út náttúrulega í, þeir fóru út í að smjata þessu Sorry, ég er bara að hendur sér tyggjó. Hvað gerist upp á RÚV þegar þú mætir með tyggjó í Getur betur? Við setjum þetta kannski í það samengi, skilur. Straum í eyrun? Ég er bara spáð, þú veist bara... Ég tók þetta að mér og ég fikk straum í eyrun. Þú varst sko að anda og meðan þú varst að smjata og þetta var... Sorry, ég held bara að drekka þetta minn. Gaman að sjá. Þú veist, bara... Ég man ekki eins og hvað við vorum, sko. Vorum að tala tækna Kitti fá aldrei að borða fyrir að mæti útsendingar sko. Svo er ég boðið upp á hennan dýrættismatinn og bæti sko hann við mætum, þú veist það. Já, ég veit að ég ætlaði að borða á hann sko, ég mætti á seint. Þú reyndar líka, þú mætti líka. Já, ég var borðaður sko, þegar málið er það að ég náttúrulega er svolítið að elda heima. Já, ég er svolítið að sjá það nú. Ég er að fara að elda á morgun, ég og konunum svo bæðið svo busy alltaf á kvöldina, við þurfum að ákveða hvenær við getum borðað kvöldmat heima sko. Já. Aftur ætla ég að snúa okkur tilbaka frís undan úrslita kvöldi, við vorum bara að tala um að þetta væri 2 stórvild að mætast, við vitum að Kitti ætlar að elda á morgun, þetta er alltaf að gerast sjá hvernig þetta lítur allt saman út, hvernig leiðin hingað var. Tækniskólinn skellti FB 2-1 í fyrstu umferðin náttúrulega í áttaleguslinum og FA lá fyrir FFA þannig fáum við Tækniskólann FFA hérna í fyrri undanúrslitaleikin, það kemur sennilega ljós eftir viku hvaða liði, sigurliði hér í kvöld mætir 17. apríl í úrslitum allt auðvitað hér í Arena og á Bæts, það verður hörku stemming í salnum en það er FSU og FG sem eru þar og er ég að fara með vitlaust mál þegar mig langar að segja að þetta séu 4 liðin í undanúrslitum í fyrra? Nei, ég held að það sé bara hárrétt hjá þér. Er það ekki? Já, ég held að það séu sömu lið og eru undanúrslitum í fyrra. Við erum sko ekki búin að sjá FFA á þessu tímabili, við 3. Eða var FA? Er það? Nei, ég held að FA hefði ekki farið í undanúrslit annars að ég muni eftir því. Þú er alltaf gamall FA-ingur. Já, ég er alltaf að Ásbrú, sko. Þú ert alltaf MA. MA, menna ég, já. Nei, þau duttu til fyrstu Já. En við erum ekki búin að sjá FFA á tímabilinu því það var enginn á okkur í þeirri útsendingu. Kitti þurfti elda. Já. Þú varst í Ró. Ég var í Ró. Og ég var í svolítið leiðilegum erindagjörum, bara orðað eins og það er. Já. Þannig að, já. Við erum að sjá það bara í fyrsta skipti. Við vitum ekkert. Og Kitti er að sjá Tækniskólann í fyrsta skipti líka. Ég líka. Eins og kannski flest Kitti er náttúrulega bara að sjá okkur í annars skipti. Gaman að sjá ykkur. Nei, ég er náttúrulega að sé Tækniskólann, sko, en ég mun örugglega kannast í einhver nöfn. Ég er spenntur að sjá hvað verða margir þarna sem maður kannast í. Ég er alltaf fisk á morgun bæði. Nice. Lax. Já, ætlar að taka laxinn? Döðlur og fetaostur og eitthvað svona næs? Nei, ég ætla bara að taka sítrónsmjör og bara... Þú ætlar ekki að henda þér reykta ísu eins og Milna? Reykta ís? Þetta sér samtal sem þurfum bara að hega. Reykt ísa? Greinilegt að hann kíkir ekki á útsendingunum þegar við erum bara 2. Ég horfa bara ykkur og hljóðið er slögt, ég þarf bara að horfa á okkur. Já. Gamla stara á okkur. Algjörlega. Já, ok. Herðu, er þetta búið að raðast eitthvað upp hérna hjá okkur? Já, veitu hvað leikur fyrst Við fyrir Rocket League. Já. Byrjum þetta á Rocket League. Og það er náttúrulega, þetta er mjög áhugavert hvernig allt sem að raðast upp í kvöld. Tæknó náttúrulega er með mjög sterkt Rocket League-lið. Vinna, sem sagt, 2-0 í undankeppni þegar að þessi 2 lið mætast. FFA sko enda í 7. sæti riðlinum og það er bara 4 sigrar og 8 töp í Rocket League. Þannig að þar er Tækniskólinn klárlega svona ætti að vera sterkara liðið. En sko, þar er ekki öll saga nefnilega í þessu öllu saman. Því við sáum til Tækniskólann í fyrstu umferðinni í Rocket. Fyrir sem við Valóið, það sem gerist í fyrstu umferðinni er að flesti leikir náttúrulega fara 2-1 fyrir þessu kvöld, þar að segja. Og svona mörg óvænt. Og hérna
erum að fara að horfa á eftir þegar FFA og Teknó mætast að tækniskólaleikurinn eini leikur sem FFA tapaði í undanúrslitum. Þannig að FFA, í undanriðlunni. Þannig að FFA vinnur deildina í Való með 9 sigur og 1 tap. Á meðan tækniskólinn í 3. sæti með 7 sigur og 2 töp en vinna FFA. Þannig að við erum með ekkert smá spennandi Való-leik. Geðveikt. Egill Valorant sérfræðingur okkar í kvöld. Nei, þú ert það alltaf. Já, ég er að djóka. Ég var bara svona, ég var að testa. Ég var bara að prófa. En málið það, svo er tækniskólinn með rosalegt lið í CS og hann var náttúrulega ekki droppað mappi í keppni fram að þessu. Þú meinar? Já, blessaðu verður. Sem að þýðir að tækniskólinn er aðeins favorite fyrir keppni í kvöld. Myndi segja það sko, að náttúrulega bara miða við þetta að þá, þú veist, á pappír miða við þetta og ætti að vera sterkar lið í öllum leikjum út í mættst innbyrðis en FFA klárlega sem sagt liðið sem að vann Valóið og liðið mættust ekki í CS þannig að við vitum ekki hvernig mattsöpið er þar. Okay. Þetta er spennandi kvöld framöndan maður. Það er blómálið og það er það sem við viljum fá í undanúrslitunum hérna. Það er spurning bara hvort að Rocket League liðin sé bara að vera klárhinlega því að það er náttúrulega að fyrir að koma að þessu. Já, your guess is as good as mine. Já, ég er mögulega svona að reyna að fá kannski bara mótstjórn að segja okkur hvernig staðan á því er. En málið er náttúrulega líka, sko, við erum að fara í svolítið skemmtileg segment hérna eftir. Já, einmitt, hvað er að fara að gera? Segðu mér það eitt. Já, sko, það er svona svolítið nýjung hjá okkur núna, er að hérna Valorantinn, þú veist, og okkur hefur vantað kannski svolítið svona sérfræðingin í það og eitthvað og það er svona svolítið búið að vera kannski erfiðar að manna lið í Valorant, kannski það nýr, við kannski tökum hann inn aftur seinna, en við ætlum basically að sparka honum á næsta tíma. Já, það er verið að... Þú búin ákveða það bara? Já, það er svona 90% pælingin. Já, bara 99 myndi ég segja, sko. Næstu, eiginlega bara 100% pælingin, sko. Já, þannig að við ætlum að prófa nokkra mögulega leiki hérna inn á milli leiki. Ert þú búinn að vera að velja það? Já. Já, meðal annars sko. Egill er í nefnd. Ég er í nefnd. Ég svona valdi sérstaklega seinni leikinn sem við spilum í dag. Og Kitty var akkurat búinn að velja hérna fyrsta leikinn sem við spilum í dag. Já, mér bara fannst það hljóma svo skemmtilega. Þetta er Worms? Nei, ég er með Worms. Þú ert með Worms? Já. Þú valdi þennan. Ég valdi hérna Drink Your Greebly. Já, Drink Your Slurpee. Þú bara fá nöfnin á leikunum hérna og sjá hvernig það lítur. Drink Your Drinky, maður. Sko, ég kann alltaf að meta þetta af einhverju leiti þegar við förum í Rocket vitandi að vera 3 leikmenn inn á server í hverju liði að við fáum alltaf bara hálfan skóla. Svo hefur staðan líka bara svolítið nokkurn veginn verið þannig að við höfum ekki fengið einustu réttur. Það er náttúrulega það sem ég ætlaði að fara að segja. Sem er náttúrulega bara mörguleiti ennþá skemmtilegra. En já, það er bara svo gaman að fá bara fullt af nöfnum. Bara prófa eitthvað. Þá veit maður bara ekkert hvað maður fær, sko. Svo náttúrulega er annað hérna, sko, þegar þú talar með FFA, það er náttúrulega, það er ekki eins og búið að ranka, sko, CS-nikinn. Þannig að þú ert, ég er með tölurna frá Tomma. Nefnilega. Tommi tók þetta fyrir þig. Hann tók þetta fyrir mig. Og þú ert ekki búin að sjá það tölur, en ég ætla að sjá hvernig, hvort að þið séu bara... Skemmtilegt. Hvort þið séum svona, svipuðum pælingum. Líkir á velli. Já, líkir á velli, líkir í CS sérstaklega. Við erum mjög svona svipaðir í CS, myndi ég. CS og ræktinni. Já, við liftum jafnþungt. Lifti jafnþungt. Pundri pund, lifti jafnþungt. Já, nei, bara við liftum jafnþungt. Já, bara punktur. Það er bara þannig. En Daxi, sko, KFC. Hvað, já, þú ætlar ekki að ranka þetta? Nei, við ætlum bara að fara í leik. Nei, ég ætla að ranka þetta. Daxi, KFC, nei, þú fara ekki að ranka þetta, við ætlum að fara í leik. Insane, 5. Tásur, 7. 7? Það er ekki svona í boði. Heyrðu, Snæti! Nei, Eva! Kristján! Og hvað er ég? Ekki neinstaðar að finna. Nei, það kostaði auðvitað að fá hann að geta þannig. Lukkuláki, það er náttúrulega bara... Herðu, og Tásu, við erum með rétt nöfnina, og Kitty Blood. Sko, ég mun okkur að koma framfæri, Lukkuláki fær 100, vegna þess að það er uppáhalds tónlistarmaður minn, það er fósturbróður minn, það er minn allra besti maður, Ísak Sigurðsson. Þetta er ekki hann er ekki í FFA eða... Nei. En Lukkuláki Spotify, þetta er hlusta á það er æðislega, gott átt. Hérna, tók ég ekki viðtal við þann meistar einhvern tímann? Jú, hann kom í áttina, sko. Hann tók sér síðan pásu, lærði rafvirkjan og er núna að klára plötu. Hún er bara ógeðslega góð, sko. Nice. Ég var tónlistarmiðband og vesinn, sko. Frá að búa í Hveragerði núna, hvernig tíma.
Hann er æðislegur maður. Bjó sko hjá... Hveragerði er alveg place sko. Já. Það er alltaf blúsandi siglingu þannig í Hveragerði og sumulegis og Selfossi. Selfoss náttúrulega búið. Ég get alveg búið þarna sko. Þetta er ekkert vegalegt. Nei, alls ekki. Ég get það líka sko. Ég bara... Ég gera það ekki. Okay. Og Tækniskólinn er komin yfir hérna í undanúrslitunum í frís og það er Dan Zane sem átti stóðsendinguna þarna yfir á Daxa KFC. Sjá hvað þetta var sett upp, það ekki? Jú. Ég sé sé líka svolítið að Zane var að henda honum hann í vegginn og Daxi þú kemur hann í flugskall. Zane. Já, ég líka sé sko að Daxa KFC er augljóslega sundakaramæður. Hann fær sitt kenn í sundakaramæður sko. Já, hann er sundakaramæður. Það er enda góður staður sko. Augljós. Sundakarastafurinn er góður. Veigamesta veltan á KFC í fyrra var í sundakaramæður. Það er þannig? Já. Í alvörunni samt? Já. Það kemur mér óvart. Hann er alltaf bara, sko, þetta er eina hver við. Það er bara... Já, þú menar. Allt dæmið þarna, sko. Einmitt. Hvað er þitt go-to kynnt? Það er bara Skeifan, sko. Já, það er flott. Skeifan er alltaf góð. Er það nálægt Gráholtinu? Ég er náttúrulega í Gráholtinu, Gráhóin, sko. Þú ert í Voginu fyrir? Já. Ég er svona í bryggjunni þarna. Já. Insane er að skora. Þetta lítur alls ekki vel út fyrir FFA. Tækniskólinn er að koma sér í þægilega turnastöðum. Lökkulóki þarna nær að verjast inn í skotti og... Eins og kannski við var aðeins að búast eða ekki með við það sem að Kristján var að nefna hérna áðan, þá ætti það að vera svolítið staðan, sko. Þessi lið mættist hérna undan keppninu og já, það fór 2-0 fyrir Tækniskólann þá, í leikjum, þar að segja. Og ég er í þessum leik, það var staðan 2-0. Insane búinn að vera vel heitur fyrir Tækniskólann, kom með Marko assist, ekki? Stóðsendingu. Já, stóðsendingu. Þannig við tölum íslensku. Já. Hversu mikið höfum við slett í gegnum tíðina? Ætlum við að byrja allt í hennu núna eitthvað í að tala íslensku? Nei, ég vissi að þú verður að leita að stóðsendingunni. Ég gaf þér hana, gaf þér stóðsendingunni. Thank you! Það er eðlilega góð stóðsending. Já, sko fyrir það. Nú hefur við aldrei keppt í Rocket League. Nei, og við ætlum ekki að vera að byrja því núna. Nei, þetta er sko leikur sem að ég spilaði mikið þegar ég var í grunnskóla. Í alveg, spilaði þér mikið í Rocket League? Já, en ég var ógeðslega lélegur í honum. Það er svo tvíbura í bekknum mínum, góðu vinni mínum sem heita Andri og Sindri, Sindri og Andri. Já. Fer eftir hvort þú þekkir betur. Já. Ég ert að kanna að meta það. Þetta er ógeðslega sniður. Hvernig það fórst með þetta? Andri og Sindri. Og Andri var á tímapunkti rankaður bara eitthvað svona top 1000 í heiminum. Hann var æðislega Gauð í Evrópu eða eitthvað svona. Í Rocket League? Já. Með minni það? Þetta var svo vinsæll leikur þegar hann var frýr á PlayStation Network. Er hann það ekki lengur eða? Jú. Er það það? Já, ok, ég er náttúrulega bara að tala með rassinn. En það var eitthvað svona beta-útgáfa sem var bara eitthvað svona, þegar PlayStation 3 var eitthvað, ekki nýkomið út, en það var eitthvað svona version 2 eða eitthvað. Og þá var þetta bara mökk vinsæll leikur svona meðal íslenska úrleika, sko. Bara bílar og fótbolti, þetta er ekki flókið. Uppáhaldsleikurinn er Evu, eins og við vitum líka. Mikill sérfræðingur. Elskar bíla og elskar fótbolta. Er það ekki besta moment frís frá upphafi? Jú, ég held að fyrir þetta kannski þegar Egill gaf mér þriðastigs bruna í útsendingu, fyrir utan það kannski þá... Já, tala um... Mjög gott, meðistókið. Meðistókið. En jú, þegar Þú fann að leita heldur betur þær rætur aftur. Ég er búinn að segja að vera B.O.B.A. bara um allt. Betur ég er búinn að vera... Eðlilega spilaði B.O.B.A. alltaf. Rosalega fucking lag, sko. Já, ég meina bara, maður verður að vera þakklátur fyrir hvað maður kemur, sko. Já, er það ekki það? Ég hef aldrei skilið, sko, eitthvað svona... Mér finnst B.O.B. ekkert frábært lag og ég er alveg komin löngu leið á því svona... En þetta er bara rámt, já. Mér finnst þetta bara að vera hróki að segja. Nei, ég er náttúrulega alltaf að fara að segja, en mér finnst hróki... Heyrðu, FF var þetta að minka mun. Minka mun sem er spennandi, mikilvægt. Mínúti eftir líka, sko. Nóg eftir í þessu. Það var að fara að líta blútið svo ansmíkn einst þetta. En þannig ég svari, áður við höldum áfram þennan spennandi leik. Mér finnst hróki, sko, þegar ég... Ertu búinn að bíða eftir að svara þessu heila viku? Já, nei, hættu þessu. Þegar tónlistamenn, þú veist, neita taka vinsælustu lögin. Já. Mér finnst það alveg smá svona. En að segja þetta sé lélegt lag, Nei, ég er bara lögum. Ok, ég er hætt. Ég get aldrei. Þú mátt ekki segja það. Ég er ekki að, ég myndi ekki Ég vil illa. taka þetta í jarðaförunum minni, sko. Já, ég ætla ekki að gera það. Ég ætla að sleppa að syngja. Það er svona Það er fallega ekki margt sem ég hef beðið sko, en Getur einhvern veginn svona róa þetta aðeins niður og sungið þetta svona... Með að segja svo heyrðu þau! Þetta er bara klúður í vörðni hana. Ég og Egill höfðu báðir að það vera jafn. Við þekkjum leikinn. Djöfullinn maður. Við sáum bara appelsnugult mark. Lukkuláki óheppinn alltaf bara. Vissulega. Já, þú veist, maður segir þetta alltaf, en
Þetta léleg vörn eitthvað, þetta góð sókn sko en Jú, þetta er fínt, þetta var flott snúningur hérna en tækniskólinn er bara að koma sér í þetta er mjög þægilegst að bjuggumst við að þeir myndu vera í svona með að við hvað maður vissi fyrir leikinn sko og hvernig þessi lið mæti til leiks. Já, en FFA er svo klálega að leita tækniskólanum meiri leikheldur en að leita út á pappír fyrir og Vissulega. býðunum við þegar ég segi það, nei þetta leit út fyrir að verða 4-1 þá er þetta bust sko. Já, en þetta er nú bara búið og tækniskólinn þarf nú bara eitthvað ekki viðbúið að klára þetta. Nú er spurning hvort að FFA ætla að gera sig í brók og gefa okkar eins og eitt upset. Það er svona stutt á milli í þessu, 3-1 er alveg bara svona, það spilaðu ágættan leik, 4-1, það er orðið bust. Það er bara pökkun. Þú veist, það er í rauninu svolítið þannig. Það er bara nákvæmlega pökkun sko. Heldur við séum að fara að fá okkur inn á skiptingar hérna? Okkur breytingar? Er það hægt? Ekki með ef allir séu reddi sko. Það er ekki allir reddi, er allir reddi? Lukkuláki er eitthvað Matti Móin sko. Lukkuláki gæti verið svona eitthvað. Lukkuláki á Akranesi. Hæ? Akranesi? FFA. Já, einmitt. Lól. Mér leið bara eins og það væri bara eitthvað að sjá eitthvað hvað hann væri að spila. Fannst það gæti að vera þægilegt. Þetta var gott. Býtu, Akranesi. En svo má segja, með allt á hreinu. Já. Þetta er ekki gott. Þetta var svo gott. Þetta er frábært sko. Bara hefur að segja eitthvað. Já. Já, en við förum hérna í mögulega seinni viðrugna. Já, vonandi. þetta er náttúrulega best of 3 ef við erum að horfa í fyrst skiptið og þá spilum við Rocket League virkað þannig að það eru fyrsta liðið til að vinna 2 leiki. Já. Það fær 1 stig í þessu svona best of 3 sem að kvöldið er. Já. Því við keppum í 3 mismunandi leikjum og FFA, appelsínugul, tækniskólinn blá hérna og Keppni. Þetta er þetta skemmtilegt sjónar. Ok. Leðu ég segja það. og það bara. Já, þetta er þetta Fyrir utan bara einhvern veginn manni gengur ekkert að fylgjast með hvernig þetta er að gera. Jú, þetta er fínt. Jú, þetta er alveg smá næs. Þetta er bara fínt með og ég fíla þetta. Tækniskólinn í Lukkuláki heldur sér hann inn á. Gera það sko. Lesi þetta vel. Heyrðu, Skilunum. Og þetta var sprengdan í loftið. mikilvæg vörðanna. Já, þetta var svo gott nöðvörð. En áram eftir pressuna og Hvað þarf að gera til að þú springi hvað er? Ég held að þú þarf að keyra án með sko bústi. Ég held ekki, þú þarf að keyra án með bústi sko. Það kann ekki bara svo meta, getur Heyrðu! átta sig hérna sem sérfræðing sko. Ég er bara átta með þessi sérfræðing. Ég var ömurlegur í þessum leik. Þú spilaði samtalið helling á hann. Þú sagði það. Ég spilaði hann leik mjög mikið sko. Það var svona alveg, þetta var leikurinn bara í vinahópnum sko. Það var bara þetta eða FIFA. Og UFC, ég er UFC 2, það eru fáir sem að sko bara Taka þig þar. Já, bara þú veist, þar get ég verið alveg smá kokki. Ég er ógeðslega góður. Það eru alvöru þvælu leikur sem við erum hendi á næstanum, WWE. Það Það er alvöru vitleysa. Já, ég ætla að segja, sko, leikilónið það er þvæluleikur. Eða þvæluleikur. Er það málið? Er það leðilegt það? Það er séð WWE eða? Það er bara svo mikið Já, bull, já, sko. þú veist auðvitað. Já, þetta er bara jafnlíkt. Ímyndið að hafa það íkt í PlayStation. Já. Heyrðu! Já! Þetta leit nú, já, ansið vel út á það á tækniskólanum. Seinni bylgjan á dags, það var, aðeins og há. Nú er seinni bylgjan náttúrulega orðasamband í handboltanum. Er það orðasamband í formúlunni líka? Seinni bylgjan? Já. Nei. Og ég hef aldrei horft á formúluna. Nú ert þú mjög góð vinur minn. Aldrei hlusta á tónlist. Nei, nú ert þú mjög góð vinur minn og mér þykir mjög vænt við þig. En ég hef aldrei komið mér inn í það sko. Nei, bara heiðarlegt. Ég er nýbúinn til þess að læra orðið kjölsog. Já. Hvað það þýðir? Einmitt. Það er svona orðabókarnar sem ég hef bara... Já, ég þurfti líka bara að fara og skrifa hana búin nýtt eftir ég þurfti að læra að tala kappastar íslensku, en það er rauninu það. En ég skil... Þú ert pabbi allra þessar nýjara? Nei, ekkert af þessu nýjari. Já. Ég þurfti bara að fara að finna þau í alls konar. Hann alltaf var bara búinn að vera í mennskunni, skilur í hérna... Bara á ensku. Á ensku. Tjálandi ensku, bara allar daga. En hérna... En þetta er... Heyrðu! Tækniskóluna. Þetta er svona glundróði sem er að skapa. Er það ekki? Er þetta ekki bara svolítið mikið bara... Mér líður Það er bara eitthvað. Þetta er skipulöðu glundröði. Algjörlega. Liðið vita nákvæmlega hvað það er að gera. Þetta er aðrunum. Splash. Splash? Hérna, en það sem ég ætla að segja, Kitty, ef ég ætla að byrja að horfa á formúli, þessi orð koma mjög fljótt inn. Já, mjög fljótt. Já, og sko, það er bara fín leið í dag, myndur ekki segja það, Kristján? Jú, auðvitað geta menn eitthvað hlusta á pittiðinn, skilur við.
Hver nennir því? En fín leið í dag náttúrulega bara að byrja á þessari Netflix-seríu. Drive to Survive, nei hvað heitum Drive to Survive. Já, í alvörinni, já, þetta var sko gísk. Ég var næstum búinn að segja... Ég get svona nokkurn veginn garantera það, sérstaklega maður eins og þú, Já. Þú fær pödduna á 0-1. Nei, sko, það ég er viljandi ekki út. Ég horfi á alla handboltaleiki, ég horfi á alla fótboltaleiki, Já. ég horfi á körfubolta á nóttunni, Já. ég horfi á pílukast eins og engin sem morgundagurinn. Það er ekki til meira Ég hef- addictive sport Nei. heldur en Formule 1. Ég bara, Ertu að horfa á pílukast allan á þessu sving? já, ég fylgist með prem, sko. Ég er nefnilega mest í sérfræðingur bara jólapílan, sko. Þá er ég alveg bara, ég er með allt á hreinu. Nei, ég er með, þú veist, ég er með notifications eða tilkynningar á PTC appinu, sko. Sem er Ég bara- virði það, ég virði Sem það. er bara Darts En Corporation. hefur þið farið á Alipalli, já? Nei. Herri, við erum að fara að þanga. Ég er búinn að fara á Alipalli tvisvar. Við erum að fara að þanga næstu jól. Já, ég bara on. Ég er svo on. En, já, kannski ástæðan okkur við erum ekkert að lýsa þessum leikni sérstaklega mikið út, því að hann er að fara bara svona eins og búist á við. Já, samt ekki. Fullri 1-0 tækniskonni. Við erum að lýsa honum út í að sérfræðingur okkar vill frekar tala um eitthvað allt annað, sko. Veitu, er ég sérfræðingur? Og Er ráðið ég- þig það. Ég og Egill erum með... Nei, það fór ekki nærr á mig. Þú nærraður ekki á mig. Mér finnst þú að horfa svona smá á mig eitthvað. Sko, það er mínúta klukkunni hérna Já, og þetta sorry. er svo mikilvægt fyrir FFA að reyna að kreista út hérna fyrst þeir eru með möguleika til þess. Já, Líka, sko, nú er ég líka forðan að vita í hvaða leikum fyrir næst, sko. Það verður... það er Való. Það er Való, Það næst. er Való næst, maður. Úf. FFA þarf að, já. 45 seg. Desperately þurfa er mark núna Já. Þetta getur... og þeir þurfa að gera eitthvað meira heldur en að liggja þarna. Lukkuláki hittir hann ekki maður. Sem getur verið dýrt. Nema hvað. Þeir eru ekki að margt í aða, tekskólinn. Nú vil ég vendilega bara halda boltanum í loftinu til að hafa smá tíma þarna til að... Eða það ekki svolítið hvað, þannig? eða hvað, eru þeir að tryggja þetta? Þeir eru Já. að tryggja þetta, þetta er komið. Þetta, Takskólinn er búinn að taka þetta. þetta er 1-0 tækniskólinn. Ég held að það sé nokkuð ljóst hérna. Blessaður. 20 sekundur eftir, þú þarf nú bara jólakraftar fyrir að skora 2 mörk á þennan tíma, sko. Anskotin hafið hann þær. Hvað eru menn að kaupa sér hann draug sem kemur út úr markinu? Gerir fastlega ráð fyrir. Er það alveg þannig? Já, sko, þetta var bara hætti ég ekkert komið, sko, þegar ég var að spila. Það voru Nei, bara 2 típar á bílum Nei. og það var hætti ekkert hægt að kaupa neitt, sko. Sínsmaður. Jæja, 8 sekundur hérna eftir og tækniskólinn er búinn að taka fórustu í þessari viðureik. Bæta bara við hérna í lokinleik. Já, af hverju ekki? Allt í hennu fóru þessi leikur 7-1 í Já, heldina, sko. það er nefnilega málið. Við erum að átta okkur í þetta leit ekki þannig út. Nei, þú veist, FFA kannski var ekkert eitthvað aðeins í færin hérna, en þeir hefðu náttúrulega getað stólið einu í stöðunni 1, eða stöðunni 0 segi, sko. 3 sekundur eftir, 3, 2... En segin ætla bara að halda þessu áfram, sko. Sjáðu, Já, það halda þeir þessu lofti ætla sér bara að skora, þeir ætla sér bara að skora. Eða hvað, þetta boltinn, Kitty, Blöd. Já. Menn þeir halda þessu lofti bara. Af hverju Á, ekki? þarna. Af hverju ekki? Þar höfum við það. Tækniskólinn 1-0 hér eftir fyrsta leik kvöldsins og Þetta, eins og þú sagðir, það var hægt að búast við þessu. á pappír, Já. en já, þú veist, þetta var 7-1 í heldina, þetta leit ekki þannig út. Nei. Nei. Já, þú veist, nei, ekkert endilega, sko. Það var ekkert þannig, skoruðu bara 2 mörk á síðustu mínútunni. Já, vissulega. En sko, ég ætla að viðkynna það, ég er ekki, og bara eins og núna, bara með tækniskólaliðið, þetta, þú veist, góðu rocketliðin á síðustu árum voru svo sannfærdir sem að gera og ég átta mikið ákvort að það er bara núna séu öll liðin Betri, einmitt. sem að býr til meiri svona bara hörku í leikjónum Já. eða hvað, en maður er ekki að upplifa svona þetta domination svolítið svona og bara svona Ég er alveg sammála. leikmenn að leika listi sína svolítið sem að bara bjóð til óbúslega spennandi hluti á síðust En nú líka að spyrja, sko, við höfum verið með sko úrvalsdeildarleikmenn í Rocket League í frís. Það er ekki staðan núna það nokkuð? bara frábær spurning. Já. Það var 1, jú. Ok, ég meina, þá fellur punkturinn minn bara strax. Já, en það er vissulega rétt hjá þér að það voru lið sem voru bara nánast að spila saman í Skipuð Eurovision. bara, já, einmitt. Þannig að En ég er sammála þessum punkti, þetta var einhvern veginn meira samfærandi í fyrra, sko. Já. Alveg hygglust. Já. En þetta kemur alltaf með ljós, kannski er þetta, eins og þú segir, kannski er þetta eitthvað sem við fáum að sjá kannski betur í úrslitaleiknum, já, tækniskólanum eða hvernig þetta verður. Já. En ég meina, tækniskólinn ætlar að, já, greinilega ætlar að Ekki að missa aftur úrslitaleik. Nei, ég meina, þú veist, það var sátt í fyrra. Það voru bara einu og gerðan byggar hérna.
Það er svolítið málið. Ertu að tala um þunga bikarinn? Shit, hvað hann er þungur. En þú reyndir raunverulega og náðir Já, nei, gaur. Þetta er ekki djók, sko. Nei, þetta eru, var þetta ekki 12 kíló eða? Reyndu, Ég er ekki búinn að lyfta honum nefnilega í ár, sko. Nei, þetta er ekki djók, sko. Hann kemur alltaf óvart, sko. Sjáu þið, en þetta er samt skemmtilegt að sjá að þetta er raunverulega bara, sko, nöfnin á skólunum sem er að keppa í kvöld, sko. Það er risa dæmi með það. Tekniskólinn 2021, Tekniskólinn 2022, 2023, Fjölbrautaskóli Vesturlands á Akranesi. Á Akranesi. Já. En var það ákvörðun þessum gróf í þetta eða? Nei, það var alveg, við fórum í það að spurja, sko. Já, fólk þetta var ósamanlega. Var það ekki það? Það var eitthvað svona, vefsíðan sagði eitt og skilti fyrir utan sagði annað. Jú, gott ef Eva spurði ekki líka alla í skólanum, þú voru ekki samanlega. Ég saknaði Evu maður. Eva taka viðtöl, eitt af besta sem ég veit. Já, ég ætla að vera með þig þar. Það var gott content. Já, þú mætti bara með Liverpool í sætti. Og sjálfsögur gerði ég það. Ég nefnilega, sko, þetta er eina sem ég hræddu við ef að Liverpool vinnur aftur deildina til mig sér. Já. Og ég er ekki, 7-9-13 og ég er ekki að segja út ég er Arsenal-maður, sko. Nei, Liverpool-delarinn, ég vil sjá hana betur hérna. Sko, málið er bara það. Það sést ekki neitt, það sést bara svörtir húa, sko. Nei, sést hún ekki hérna litli fuglinn hérna? Jú, það sést. Við bara getum sagt frá því, þetta er Liverpool-derúa. Það er lítill fugl. Og ég veit að ég segi frá því að hann var á Anfield helgina. En hérna, málið er það, eina sem ég er svo hrættu við er muniði hérna, hvenær unniði aftur deildina síðast? 2019. Það var hérna, COVID-tímabilið. Nei, 2020. Já. Það sem ég man bara svo skýrt, sem var svo einkennilegt, var þá svo mikið af fólki sem bara fór ekki úr Liverpool-treyjunu sinni eða eitthvað í 8 mánuði. Bara virðulegt fólk í virðulegum stöðum, það var bara í Liverpool-treyjunu bara í 8 mánuði. Já, við vorum hérna bara, ég man sérstaklega eftir því að þá var hérna, það var hæðin, sko, það var Gulli Helga, náttúrulega hann er mikill púlari líka. Gulli Byggja var í bítinu. Og var það bara í 8 mánuði? Nei, við vorum alveg svona, þetta voru tveir hérna dagar kannski eftir sem við vorum í treyjunum. En svo bara var maður að sjá þetta bara út allt. En við fengum náttúrulega ekki, sko, 2020 tímabilið, við fengum ekki, hérna, rútuferðina. Já, niður hérna, niður strætið og vissins. Já, við fengum ekki það. Mátti fólk ekki vera úti eða? Nei, það var samkomban. Það mátti bara ekki neitt. Já, það mátti ekki fólk koma saman. Það bara mátti ekki neitt, það var ekki hægt að vera með henni. Ég skildi alveg. Þú starri rútu þá bara? Nei, það var ekki hægt. Nei, þú veist, það var bara, þú veist, finnstu bara starri rútu. Ég veit þetta er bandi, en við vorum samt svona raunverulega pæli í þessum daginn. Ég er í alveg ekki, ég veist það fáralegt að þetta bara... En svona var þetta bara, sko. Pældi hvað þetta er stutt síðan, en maður er bara nokkurn veginn svona búin að ná að taka þetta tímabil út úr haustum og svo bara gleyma. Já. Burt með. Bara neglöfnum í búster. Bara... Já, fyrir utan það. Herri, við ætlum að hætta ykkur auðlýsingar, komast tilbaka með leik 2. Ég hef alla tíð verið með sjúklega mikla bíladöllu. Í þessum þáttum ætlum við að kynnast alls konar faratækjum. Ég heiti Magnea og þetta er 0 upp í 100. Rock and roll! Þetta er bara ykkar kingdom. Og jákvæðisringur lokast. Eru þið tilbúin í þetta? Það er svo opbúslega gerfilegt að hafa sér svona hár. Þetta er bara passa. Ég hef alltaf verið miklu hærra. Og ég byrja? Sko, nei, ég byrja. Hann er náttúrulega alltaf að fara alla leið. I ain't taking the rap for this. Þetta er roadkill. Trúið mér Stefán, mér líður samt ekki skemmt illa þegar ég er að hlaupa. Sigur! Það er einhvern veginn allt svo auðvelt með henni, sko. Og í kringum hana. Ég var mjög heppinn. Þetta er einhvern besta lag sem hefur komið út á Íslandi. Ok.
Við þurfum alltaf að ná andanum svona aðeins eftir þetta. Ekki? Ég allavega. Ég er góð sko. Já, ég veit það. Oft var þetta þannig að mann voru kannski með einn smell á hérna plötu. Þú bara úðar þessu út. Því að hjartað vísar Kári á Kristófer og þetta þekkjum við! Nú kemur tróðan og nú fyrkastar! Pablo hamrar út í horn á Kára sem að betur að línu! Emil í bara stemning, Tristin, jújú, aftur ekki! Tristin, já! Þetta sparar orku og Daniela Volle sem beint á hringinn og Kára. Nær ekki skotinu, þetta er að renna út! Kári Jónsson í þryggja! Hann segir þetta! Kári Jónsson! Við tökum öll þátt í að vefa framtíðina. Enginn veit nákvæmlega hvernig hún verður. Hvaða möguleikar skapast. Hvernig þeir fléttast saman. Eitt getum við samt verið vissum. Framtíðin verður með ólíkindum. Möguleikarnir endalausir. Tækifærin sem tækniframfarirnar skapa verða þó ekki raunveruleg fyrr en þær eru komnar til þín. Þú þarft að hafa hnökralausan aðgang að framtíðinni, hvaða tækifæri sem þú vilt grípa. Þess vegna leggjum við þúsundir ljósleiðara þráða landið. Vefum þétt net sem tryggir að hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Velkomin í Viltu finna milljón. Í þessum þáttum ætlum við að fylgjast með 3 pörum í 5 mánuði taka fjármáli sín í gegn. Hvað haldið að þið skuldið mikið? 100 milljónir. What? Svona mikið? Já, já. Við ætlum að greina fjármálin þeirra og gefa þeim og áhorfendum góð ráð. Séu lán verðtryggð eins og í tilfelli Natalíu og Stefáns, þá getur farið svo að eigið fé verði neikvætt í húsinu. Við fylgjumst með keppendum, takast á við ýmsar áskoranir. Við að byrja að skanna hvort það sé eitthvað á honum. Það er líka aðeins búin að vera að skoða bara svona svipaða bíla. Nú er komið að því að skipuleggja ferðalag. Við erum að fara til Varsjár, höfuðborgar Póllands. Þið eruð að halda matarboð fyrir 4 fyrir 5.000 krónur. Svo skiptum við liði. Ég fór út í Nauthólsvík að finna skreytingar fyrir borðið á meðan þú hérst áfram elda. Það par sem nær bestum árangri í sparnaði stendur uppi sem sigurvegari og fær að launum 1 milljón. Jæja, velkomin aftur. Verður maður ekki alltaf að bjóða fólk velkomin? Ég kom inn aftur. Þakka ykkur fyrir að vera hér ennþá. Takk. Þakklæti. Þið líka, drengir. Já, ef við taka svona þakklætisring? Já, ég kann að meta ykkur báða. Þeir eru báðir... Ok, ég ætla að segja hvað, ég kann ekki að meta svona þakklætisring, en Kiddi, þú byrjar. Þú ert alltaf ekki jákvæð, Kiddi. En það er ástæðan fyrir út úrskapat þjóðarinnar, skiljum, ekki ég og Eir. Já, ok, ég ætla samt að fatta það. Ég kann í alveg að meta ykkur báða. Þeir eru báðir sko heilir og traustir menn. Það er gaman að vera í kringum ykkur. Það er gefandi að vera í kringum ykkur. Fallegt. Og ég væri ekki á 4. árunum mínu nema þið væru svona skemmtilegir. Já, ég get alveg sett það reyndar að fakta þetta. Það er bara eina ástæða, sko. Það er ekki eina ástæða, það er líka ekki að það er æsispennandi töluleikir í gangi þetta. Það er nefnilega ekki bara æsispennandi töluleikir í gangi. Við erum ekki valókynslaðin, sko. Nei. Hvað er þetta sem þú heldur á? Sko, nú erum við með
Nintendo Switch fjastringur. Nú er ég mikill Playstation maður. Sama hér. Já, en Nintendo Switchin er bara þægilega að sinni þetta, því að við erum núna að fara í smá segment sem við erum búin að vera að tala í smá tíma. Valorantin er náttúrulega svolítið að detta bara út hjá okkur í frís. Hann verður ekki á næsta tímbili. Og því ætlum við að vera hérna núna eins og finna næsta leik, sko. Finna leiki sem við ætlum að spila í á næsta tímbili og þá erum við búin að velja hérna nokkra leiki. Vildi UFC, ég vildi Gran Turismo, þú vildi bara meira CS. Já. En svo vildi ég líka bara þennan Ég myndi helst vilja FIFA en það gekk ekki sérstaklega vel. Nei. En við ræðum það ekki. En ég náttúrulega vildi bara þennan leik sem við ætlum að prófa nú. Þú valdi þennan? Já. Og þessi leikur heitir hvað aftur, Kristján? Drink More Glurp. Drink More Glurp. Þú myndir ekki eins og hvað hann heitir, en ja? Nei. En sko, ok, þannig ef við skiptum í orðuleikin, þetta er einkennilegt og það er królið sem á að gera. Já. Gilvi ætlar að byrja þarna. Og það sem við erum að línunni hérna ekki, þetta er íþróttaleikur. Já, þannig erum við að fara í svona ákveðna ólympíuleika sem þessi litli ormur eða... Hvað kallar þau mig? Já, rauninni litla gerpi þarna. Ok, þannig að þetta er, við ætlum að komast að þessu, þetta er leikur sem búið að mæla með og þúsundum manns búið að senda á okkur, bara Drink More Glurp er líklegast leikurinn fyrir næsta tímabil. En hvað þurfum við að, hvernig þurfum við að... Heyrðu, hann er að fara að byrja, hann er ít á takkan, hann er að fara bara í, núna er hann í sprettinni. Hann er að gera eitthvað, hann er að fara yfir kassana, sjáu þið. Heyrðu, hann er reyndar öfla, hann greip í hann. Hann greip í hann. Nei, hann læsti sig. Nei, hann kasti fyrir, nei! Það er svo fallegt að hann læsti sig upp á mitt að gera, en hann kemst yfir hann, það eru tunnurnar sem geta verið erfiðar. Er þetta tunnur? Þetta er tunnur eða boltar, þetta eru 20 sekúndur. Ég held að þetta sé góð tími, sko. Já, því ég meina, þú prófaði þetta á, þú varst 37 sekúndur. Já, þú náttúrulega prófaði þetta fyrst skipti og varst hvað? Herru, Exploder, thank you. Heyrðu. Mitt maður, Heyrðu. Hvað erum við með hérna? X er hérna niður. Þetta er náttúrulega... Svolítið pyrrandi sé ekki hvert í lyklaborð, sko. Já, en það er allt í góðu, sko. Það er kapslokk á X, sko, bara. Já, það er kapslokk á X. Nei. Ha? Fór ég ekki nú? Vá, það er verið að, sko... Ég fór í núlið. Já, þú varst ekki fyrst. Nei, XPL. Ég kann ekkert á það. Ég ætla að gefa þessu Nikki 0. Já, ég er sammálað því. Þetta er eitt. XPL. Herru, ég byrja þetta. Já, byrja bara. Er það ekki? XPL. Þetta er ekki gott. Ok, byrju, sjáðu. Núna ætla ég láta litla gerpið ít og takkan til vexti. Já. Og þá get ég bara að byrja. Þannig að sjáu ég hvernig ég á að gera þetta. Ég á að reyfa eitthvað hérna. Ok. Þú átt að þumla þetta. 20 sekundur. Time to be. Þarna? Jæja. Heyrðu. Já. Klassi. Nei, þetta er hann á góðum ræð, anskotan hafa það. Nei, hætt, já, einmitt. Já, og aftur tilbaka, já. Minn gaur nefnilega snýr sér svolítið við. Þú ert náttúrulega svolítið stærri. Yes! Er það ekki? Ég er ekki stærri. Hvað er þetta ekki? Svona, sjáðu. 3, 2, 1. Það er ekki vel út, sko. Veitu, nú eru Is victorious. Varst þú komin yfir hann? Já. En þú veist, þetta er náttúrulega, sko... Elsku vinnur. Akkur er ég að fara tilbaka. Þarna! Þú kannski ekki náði inn í svona hoppi þarna. En þetta er samt minn besti tími hingað til. Já. Og þetta er alveg solid, þú veist, silfur hjá þér, sko. Já. En þetta er ekki eina þrautin sem við keppum í núna, sko. Nei, já, er þetta 3 þraut? Já, þetta er 5. Þetta er 5 þrautir, sko. Er það til, eða? Já, næsta þrautina er, við erum að kasta þessu drastliðin eins langt og við getum. Já, nú þarftu náttúrulega bara að ná honum og grípa hann. Þetta er Kitty. Heyrðu! Ég náði ekki svona vel á hann, sko. Mér lókar að koma það fram fyrir. Þú byrjaði á það þegar við vorum að prófa þetta. Þú kastaði þessu aftur á bak. Mér lókar að koma það fram fyrir þetta. Það er hárið rétt. Það var ekki nóg gott í þér. Ég hef trúið þér núna, Mitt, svona eitthvað. Lætt gerpi ít og taka hann. Ok. Þú ert að fara að rölda að þrýtningunum hana. Nei! Já! Sjáðu, þetta er ekkert hægt. Ég náði ekki svona grípa. En aftur í öðrusetti. XPL ekki alveg að standa sér nógu vel. Nei, ok, byrju, hvað er að fara í hér? Targets with the ball as you get. Svo sponsored by Helium. Hvað er að gerast þetta? Ok, aðtökksverð. Og hvað er þetta að fara? Við hefum hvorið prófað þetta, sko. Ég veit ekkert hvað við erum að fara að gera. Nú ítur á takkan, ok. Og hvað erum við að gera? Já, þetta er Helium. Frábær spurning. Veitu, hvað er að gerast þetta? Hvað stóð eitthvað? Það er ekki boltið þarna. Veitu, viltu ekki vilja ná í boltan? Heldur það sé ekki málið? Jú, ég er að reyna það. Bíddu, þú komið stig. Fyrir hvað? Ég veit það ekki. Strákar, ég veit ekki alveg hvað er að gera þetta. Nei, bíddu, náðu í boltan. Ég er að reyna það, Egill! Hvað meinar? Þetta er boltið. Hanna! Og hittu í Anna! Heyrðu! Já! Fuck with me! Og 2 sekúndur eftir, getur. K-Money. K-Money mætti þarna, sko. Shit, var það leiðilegt, maður.
3 stig, ég hlýt að geta bætt Þetta hörku tækifæri fyrir þátturinn, sko. Eða ekki? Veitu, hvernig greipstu bolta samt? Með sama þessi gæri hérna. Þessi gæri? R1 og L1. Já, grípur á því? Já. Það handar sem sagt. Já, það heldur. Það svona eins og hann að geipist. Já, ok, ég var að grípa á hann með því að íta þessum 2 gurum niður. Það gekk nú ekki sérstaklega vel hjá þér. Nei, ok, ég skil. Ok, þannig ég er að halda L1 og R1 minni til að... Já, svona á PlayStation tungumáli, sko. En þú veist, þú bæðir með blöðrur og bolta. Þetta er eitthvað fyrir þig. Ok, blöðrur og boltar. Ég er allur þar. Hanna. Herru, byrju. Skoppandi. Herru, byrju þeir. Byrju, heyrðu. Nei, hættu. Heyrðu. Af hverju ertu að standa þér svona vel? Já, nú festu. Nú er vesen, sko. Það er vesen í Bingobæ. Hanna. Nei! Það jafnum. Nei! Ok! Herru, ég er haxísu. Hvað er að gera? Komið með þetta. Já, ég skallaði hann í hann. Shit! Það er fleiri. Hvað er að gera? Er ég að heimsmet í þessu? Ég er að segja, þetta er eitthvað Íslandsmet allan. Bíddu. Norðurlandammet, Reykjavíkummet. Sjáu þetta. Wow. Það var verið að pakka mér saman. 5-4. 5-4. Veitu, og hérna erum við í hvað? Touch as many highlighted objects as you can. Ok, Sticky Wings. Sticky Wings. Sticky Wings, þakka þeim kærlega fyrir að vera með okkur inn í kvöld. Þetta er svo innlega mikill ADHD. Touch as many highlights. Highlighted items as you can. Það er hérna ekki þessi. Nei, það er þessi. Og síðan hérna... Þú ert að ná aftur í hingræða. Þetta er svona... Þú ert svo slímur, sjáðu. Ó, ég er svo sticky. Já, þú ert með Sticky Wings. Hanna, og síðan hérna... Af hverju hef ég á tilfinningu að þetta sé mikil heppnisdæmi? Nei, heppnisdæmi? Af því að þetta er bara nákvæmlega það sem þetta er, sko. Þetta er bara svona pinball machine. Já, það er svona svolítið gaman að, sko, ef við förum í það í varandi frí, skilur það getur allt gerst. Skilur pælinguna? Það er pælingin mín að baka að velja drink more... Já, ég er alltaf bara... Og þetta kemur sponsað? Djöfulli, maður! Kemur bara sponsað. Sticky Wings. Ég er spenntur að sjá hversu ótrúlega heppinn þú verður við þessu, sko. Já, byrju, hvað íti ég aftur hérna? Hvernig byrja ég í djöfusleikin? Já, ok. Og svo, svona. Þarna. Heyrðu. Þetta eru 2! Það fikk 2! Af hverju fekkstu 2? Þarna? Æ, kom on! Þetta er bara Þú ert búinn að vinna... Er það ekki? Eða hvað fekk hann? Ég fekk 2! Já, hérna. Sjáðu, svo bara þarf maður að bíða svolítið þolinmóð. Heyrðu. Ég kom með 6, sko. Ok, hann birtist 2 á sama stað, sko. Já, nei. Svo bara bíður það, sjáðu. Svo kemur hann í, hérna, komin í klofið á mér. Þetta er enda mjög vel gert hjá Agli þarna. Hann er að gera sig mjög breiðan. Já, það er málið, sko. Sjáðu, ég ætla að ná honum hana. En nú ertu bara fastur í... Ok, sjensin að segja spildi fisketi. 11. Já, heyrðu. En það er úrslita. Nú er staðan... Ég líti að vera komið 6-6. Á hverju fæ ég ekki meira fyrir samt að vera að vinna því samt svona? En ég er að vinna alveg hart. Já, þetta frís virkar svona, mástu. Alveg rétt. Herru, byrju. Hurdles! Ó, þetta er þitt, Kitty maður. Sko, ok, shit. Byttu nú við. Þetta er þitt. Volt. Það er frábært nafn á fyrirtæki. LR buttons to jump. Já, ok, það er málið maður. Ég er bara í ruggluna. Ég held ég vinni. Þannig að það þarf að hlaupa. Nei, byrju, ha? Herru, þetta er eitthvað nýtt. Ha? Þetta er nýr mekanismi þetta. Nei, fuck! Einmitt. Hanna? Og svo nei. Já, takk, Kristján. Stökkvi yfir. Ég veit alveg hvað ég á að gera. Þú ert komast á ferðina, sko. Já, þú stökkvi. Þarna! Ok, og stökkvi svo yfir. Hvað var þetta? Ég veit það ekki alveg. Þarna! Herru, strákar, ég kom með þetta. Herru, hann er fastur. Ég sé ekki að koma með þetta alveg bara på 10. Herru, þetta virkar. Er það málið það? Má hann fara, ok. Herru, byttu. Ég er bara ferð, hann rótast. Byttu. Herru, þetta er herra. Já. Þú ert komin í -27 eitthvað, hvað er það? Ég veit það ekki alveg. Nei. Má ég kannski ekki snerta, það er eitthvað svona... Já, meina. Nei, er þetta ekki bara hámastíminn? Þetta er bara hámastíminn, þú hefur bara mínútu. Þú hefur bara mínútu til að klára. Þetta er engin framistæði hjá þér, Kitty. Kitty, 10 sek! Þetta er æsispennandi! Svo gerir þarna, okkur gerir þetta ekki bara? Já, einmitt. 6 sekundur. Sjáðu! Króli er þetta í fyrsta skipti á ævinni sem hún tekst ekki eitthvað, nei. Já! 59-28. Hversu mikið, Kitty. Ég vil þakka bara konunum minni og mömmun og pappa og Agli fyrir að vera... Ég er svolítið spenntur yfir þessu. Shit, hvað það... Ég svitnaði við þetta, sko. Ég efaðist aldrei, sko. Æja, hvað nú, segi ég nú bara. 59-28, það er time to beat, sko. Heyrðu, hann er komin á ferðina, drengurinn! Hann er komin að... Þegir... Hvernig gerur þetta? Hvernig gerur þetta? Hvernig gerur þetta? Elska einbendingarsvipur á Agli, sko. Það þarf eiginlega að fara í close-up á hann, sko. Ég er bara að hoppa hérna. Jöfullinn. Nei, það gerist þarna. Já, þetta er spurning um að fá smá... Já. Ferð! Aðna! Ferð! Já, hann festist! Nei, hann... Ég aldrei á þessi grindalög bara enda undir grindinni.
Herru, Hann er komin í vesen! Hann er komin í vesen! Er ég að fara að vinna þetta? Nei. Er ég að fara að vinna þetta? Nei. Það er stress, ég finn það á, ég finn svitalyktina. Hörku stress. Það er sviti að sko leka af ennina. Ég líka átta mig bara ekkert á hvað það er langt eftir, sko. Ekki heldur, ég vona mikið. Ég vona að það sé ókvöð 14, 13, 12, Það er stressandi. 11, Viðurkenna 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Það er sigur! Aftur straumur! Hvað er eitthvað? Aprika mig gegn... Straumur! Fuck! Það er að vera að gefa mér straum í gegnum þetta. Er ykkar ekki að leiða eða? Nei. Var það ekki lústurinn sem átt að fá strömming? Ég sé með takkar Ái maður, þetta var... Hvernig fannst okkur? Ég skemmti mig konunglega, ég vann. Það var auðvitað skildið Valorant. Nefnilega. Getur þú pælir þig þannig? Hvað? Við erum að klippa yfir á hérna Final Rankings. Af hverju? Ég vinn. Já, það vita það allir. Þetta endaði 8. En hver er þessi XP? Hver er þessi XP? Þetta er náttúrulega tapaðist fyrst og fremst þar að þegar ég var alltaf komið með Switch í hendunda bara. Þú veist, þetta er alveg næs, alveg svona stemming. Ég var alltaf að lendi, ég var eitthvað þegar vorum að prófa þetta, eitthvað svona, ítt á X fyrir þetta. Og þá ítti ég alltaf bara strax á PlayStation X. Já, sammála. Ekki PlayStation 3-ing. Nei, einmitt. X er? Já, það er X-ið. Það er X-ið, sko. Það er einmitt. En já, ef að gefa þessi einhvern 0-5 eða? 5. Þetta er bara 5, því ég langar bara að sé næsti leik. Nei. 5 er bara automatist næsti leik. 3,8. Hvaða, ok, þú mátt ekki segja FIFA, þú mátt ekki segja CS. Hvaða leik ertu 100% confident og vinnur eiginlega? ÖSI. NBA 2K. Hvaða leik er þú 100% confident og vinnur Good Day? Football Manager, við vinnum ekki Football Manager, sko. Við erum bara að taka online sem var eftir. Ég skal vera Breiðablik og þú mátt vera bara Valur með alla þá peninga sem að þú mátt vera Liverpool, ég skal vera Brighton. Ég skal enda ofan þú í deildinni, sko. Ég nefnir ekki farið heldur lengi, sko, en ég myndi alltaf taka Football Manager. Oh my god, ég er svo til í þetta. Kitty kemst ekki hérna, þú veist, mástu útsendingu eftir útsendingu, hann er satt Getur pakkað öllum í Football Manager? Já, bara... Það er alltaf ekki time commitment eða neitt annað. Nei. Er ekki skuldbindingin í? Ég er ekki með að spila Football Manager núna í svona mánuð. En þegar ég spila... Við skipta aftur á leikinn. Þetta er lýsandi hérna. Báðir að það dansandi saman eitthvað. Þetta er ekki gott lúkblóter, sko. En báður á palli, sant? Báður á palli. En þetta er skemmtilegu leikur. 3,5 sagður þannig. 3,8. 3,8. Kreinar. Ég ætla bara að fara í Való. Það er þannig. Þú veist, við getum alveg farið í þetta. Nei. Við erum ekki að fara í þetta? Nei, við erum ekki að fara í þetta. Nei, við erum ekki alveg að fara í þetta. Er það eitthvað? Það kom alltaf inn í svona board. Byrju skemmtilega. Ok. Herru, hér sjáum við Nikkin líka, sko. Já, líka bara í skjælinu sem þú búin að fá aðganga. Já, ég veit, en ég var að tala svona displayið. Hvað ertu búin að opna skjælið oft síðan þú mættir inn í útsendingu? Bara heilt yfir, bara... Einu sinni. Nei, þú veist bara all time, bara. Ég opnaði alltaf, en ég er búin að opnaði einu sinni í dag, eins og verður. Ok. Já, með 12 þetta síðan. Hvað fannst þér áhugaverðast í því? Það að þau liðið mættust ekki í undankeppninni. Í hverju sér ég? Counter-Strike. Já, ok. Ég sagði það náttúrulega ekki í byrjun. Nei. Sagði það í byrjun? Já. Aftur, herru, hérna erum við bara með 85 nöfn á skjánum. Já, tekniskólinn er alltaf með hörkulið í hérna Valorantinu. Ok, herru. Það er 5. Það er 5. Ég öðru liðinu þetta. Já, það. Kíktu. Við erum að fara í Való. Ég náttúrulega get ekki, já, CS2 better bara. Þetta er ekki 5 aða? Semi, sko. CS2 better? Þetta er semi 5. Fyrir ekki, er það neitt? Þetta er 5. Við erum að tala um að FFA eigi að vinna Valorantin, svona með við undankefna. Já, nei, með við undankefna, það er unni Tecno. Já, en FFA voru efri, eða ekki? Já, þetta er svona, þú veist, þetta er svona eins og þú alltaf verður að segja mann eitthvað frá Liverpool, skilur. Já. Þú veist, bara 90% til þetta, þetta útskýrur fyrir mig af hverju, þú veist, þau unni eitthvað leik en hefðu átt að vinna deildina. En í grunninn er þetta sem á þannig að þótt að City hafi unni Liverpool deildin en Liverpool vinnur deildina og Liverpool satt meistari. Já, og FFA var deildameistari í Való, menn að Tecno var í 3. sæti. Þannig að í Való var FFA Kitty í Drink More Glurp. Já, thank you. Já, þetta kom þetta. En við erum að fara bara inn í hennan leik, held ég, sko. Það ekki? Ég er spenntur. Þetta er reyndar helvítið snikk hérna. Tiss, Kageyama, Ashen. Það er Ascent sem við erum að vaði. Við erum búin að spila það sem Aced, Kitty Casio, CS2 Better, þetta eru... Við erum komin í hero-picki samt, sko. Það er náttúrulega mjög mikilvægt fyrir okkur og sérstaklega svona í ljósi þess
Kitty, nú þú sérfræðingurinn. Já, sko, ég sé þarna að... Ertu að googla þess að bara hver hvað? Ég svona að reyna... Ég ætla að googla, já, gott. Það ég kannast nú við þessi andlit, sko, ég get ekki sagt eitthvað fyrir mitt lilla líka hvað heita. Nei, þetta ekki nýja hetjan sem við komum báða með, sem var mikið talað síðast? Það máli? Hvað heitir hún? Clove? Ekki? Nei, Snert, Clove er hérna. Svo Cypher, Killjoy. Þú ert með þetta. Ég er með eitthvað, ég er að reyna gæði með grímuna, ég er að reyna að binna hann með. Já, ég nefnilega ég man ekki eftir. Er það ekki Væpir? Er það Omen? Nei, það er ekki Omen. Er það Væpir? Nei. Þetta er K.O. Shit, við erum svo miklu lúðar. Þetta er alveg æðislegt. Er þetta K.O.? Já, þetta er þetta K.O. Varst með hnífinn? Já, þetta er ekki gott Google. Nei, en A for effort. Já, það ekki það. Herri, svo Jóru í FFA. Já. Það er geggjað. Geðvett maður. Hvað er flókið að íta á talk to all í minnstjórn, eða er það bara Kreinar sem fær þetta í eira? Það er eitthvað special treatment í gangi hérna, sko. Já, Jóru er sérst mjög nýspik sem að... Það sem búið að finna rétt á takkan. Það er bara að blasta í eira og minnstjórn og síðan heyri bara eigin gjörsulega duplikata. Það er eitthvað svo fyndið þegar við fáum svona í eira. Það er það keppni á milli okkur hver var að koma sem sko hraðast, náttúrulegast frá sér. Kitty, ef þú útskýrir fyrir okkur Valorant, bara hérna fyrir fólk sem er heima, hefur ekki spilað leikinn áður, hvað snýst leikurinn sem sérfræðingurinn okkar? Sko, fyrir mann sem spilar ekki fyrst persónu skotleiki. Ekki draga úr þig. Þetta er Kristján, nei, það sem ég ætla að segja, ég get útskýrt þetta á þannig máli. Það er það sem ég er að biðja um. Þú þarft ekki að segja fólki að það veit ekki neitt sem þú ætlar að útskýra það fyrir. Og eins og ég segi, þá fyrir mann sem hefur ekki spilað mikið af fyrst persónu skotleikum, þá er þetta fyrir mína parta eins og einhvers svona Counter-Strike leikur, vegna þess að þú... Hvað er Counter-Strike? Það er bara, þú ert þannig sem terr og anti-terr eitthvað, að setja sprengju og dissolva sprengju eitthvað. Það er svipað þannig, nema að þú ert með bara fullt af einhverju svona töfradóti. Já, takk. Töfrasitt. Og hvernig vinnum maður leikið? Með að drepa alla hérna eða sprengja sprengjuna. Þetta meina planta the fuse. Planta the fuse. Sem á... En við verðum samt að setja smá virðingu í það að þetta eru sennilega, þetta er æsti spennandi Valorant. Já, við munum aldrei geta gert þessum tveimur liðum justice. Nei, ekki eins og ég og Egil erum að fara að gera í CS. Nei, það er alveg hárið. En hérna sjáum við til dæmis Eystein sem er alveg hörkun nikk að mínum að sko. Eystein? Eystein. Geðvögni. Kann að meita það. Þeir eru allir bara á eldgömlu öspunni, er eitthvað svona aðeins að bíða rólegir. Þeir eru búin á bombuna þarna niður. Já, og defenderarnir hérna í... Hörkustöðu. Hörkustöðu, en náttúrulega spækinn er niðri. Spækinn er niðri. Þetta gæti verið rosalegt hold til síðast og better. Nei, er svarið? Nei, er einfallega svarið og tækniskólinn. Já, eitt gól. Ná sér í eitt ránd hérna. Flawless. FFA er náttúrulega með tvo hérna sem er betri vörn. Já. Central. Cypherinn og Killjoy náttúrulega. Algjörlega. Það er svona svolítið varnarsinnaðar hetjur eða ekki. Er bara betri vörn sko, Kitty. Þannig að þeir eru svolítið að betta á það í FFA að... Velja samt að byrja að takja mig. Sem er náttúrulega svolítið furðulegt ef maður pælir í því sko með... Vilja vera með comeback? Já, er það bara málið? En þú veist, vill maður ekki alltaf byrja leikinn á því að byrja sterkt? Þú veist, er það ekki bara svona, líður mann ekki alltaf betur bara going forward, einhvern veginn? Ég er alltaf að býða þetta að sérfræðingurinn komi inn í þetta. Ekki að það sé bara ég og þú hérna sem einhverjir non-valor sérfræðingar að reyna að halda úti. Chefinn er að, hann er að hlaða. Hann er að hlaða eins og hann er að greina. Hann er að greina eins til að byrja með. Ég get sagt ykkur hvernig þessi leikur mun fara í nákvæmum tölum. Eftir þetta ránd og næsta ránd. Það er búin að greina. Það er búin að ákveða þetta grundarinn. Hvað ætlar að segja? Heldur að Sigurliðið verið með yfir undir 13 eða? Yfir undir 13? Hvað meinarðu? Það er bara Sigurliðið verið með yfir undir 13. Það er alltaf talað bara MR 13 eða ekki, skilju? Já. Ég er að greina eins og ég segi. Já, en hvort myndur þú gíska? Þú veist, þú var bara við fyrstu sín. Að Sigurliðið klári þetta með yfir eða undir 13. Já, ég get sagt ykkur það eftir tvö ránd. Ég veit, sko, nú er minnstjórn líka öskrið á mér. Ég segi eftir tvö ránd þá get ég sagt ykkur nákvæmlega hvernig það fer.
Já, ok. En sko... En leikurinn er sem sagt upp í 13. Sko, málið, ég vissi það, en þú varst að tala um eitthvað MR, eitthvað dæmi, eitthvað ble. Ég tala ekki svona, ég tala bara mannamál. Já, algjörlega. Þannig að þú heldur að sigurliðið verður með 13. Sigurliðið náttúrulega verður alltaf með 13. Það er framlegging. Æ, guð, Svo er það. Það er ekki hægt að vinna þetta. Það er flawless þægilegt ránd hjá tækniskólanum, annar rándi sem var kannski eðlilegt. Já, en samt sko, var ekki fyrsta rándi líka? Nei, það var eitt pikk fyrsta rándi. Þeir náðu bombu niður sko. Eitt ránd í það að þið fóðu að vita nákvæmlega hvernig þessi viðrugn fer. Já, skemmtilegt. Hefnið þið. Já. Kann að meta líka og tækja bara, já, ég veit. Er þetta ítalsmapp eða? Erum við að sjá það svolítið fyrir okkur? Þú hlýtur að geta sagt okkur það. Já, er þetta ekki bara svolítið Fener, þú veist, er það ekki... Bara Venice Beach? Sko, ég kann að meta... Það er Los Angeles. Já, það er alls ekki á Ítalíu. Já, það er mjög mikið ekki á Ítalíu. Fener. En ég er ekki að sjá mikið Fener þarna yfir hinskilin, sko. Já, ég held að þetta sé svolítið Fener, sko. Þetta er, þú varst með gelato í sín þarna og svo ertu með eitthvað svona, jú, þetta er þröngu. Þú ert gelato maður, eða? Já. Herri, þetta er opnun hérna á FFA. Stór. Og hérna bara keyra hratt inn á sæt, er það ekki? Nei. Ég tildi ég stoppa það. Ég er að keyra upp hraðan hérna núna eftir 2 hæg fyrstu ránd. Þú veist, þarna var einhver gæi að halda okkur í krukku, sko. Það er bara þannig. Þetta var ekki flask, þetta var flask. Þetta var flask. Þetta er svo góð lýsing. Þetta var einhver gæi að halda okkur í krukku. Og þetta er náttúrulega, er þetta komið í skátin eða vappan? Það var skát. Sem að heiti hvað? Það var ekki Marshall. Það var ekki Marshall og Operator. En já, býtum við, bomban eða spækinu eða það var spún. Já, ok. Hvaða taktík er það? Segð þú mér, sko. Eða er það þetta verður eitthvað... Vesen, já, sæl, dobbúl. Vel gert, þarna ertu með... Þetta var dýrt. Já. Kitty Casio hefði náttúrulega klálega átt að ná að treyta þessu þegar hann mætir hann inn, en þetta var samt high IQ hjá okkar manni að klára þessi 2 ránd, að halda bara gikknum inni. Þetta er Galopi hérna, bomban er með þeim, Casio kom með frakk hérna. Já. Tekin út, þetta er hvað, 3-2 hérna, tækniskólinn í yfirtölunni, en spækin að fara niður. Klára ekki að planta, feika hana. Vita alltaf nákvæmlega Tækniskólinn alltaf bara í svona, já, bara bónusvart að taka svo mikið CS2 Better hérna. Komum sér 1 og 1, þetta er bara spurningum hverju ljótar hitt í haus, sko. Það er FFA. Hvernig lýsirðu, já, það er CS2 Better sem að hafði betur hérna. Þetta var alltaf rándýrt þannig að missa 4 byssur. En ég get sagt hvernig það fer hins vegar. Já, ég mitt. Þessi verðum fara. 13, tækniskólinn. 4, FFA. Ha? Já. Það verður... Þetta verður bara walkover 2-0 og tækniskólinn góð. Þetta verður göngutúr í garðinu fyrir Þú heldur sem sagt að FFA sem að tapaði einum leik í undankeppninni á móti tækniskólanum vissulega, þá leikur fór 13-10. Já, veistu hvað? Þetta er bara andarnir eru að segja mér. Já, ok. Það er Valorant andarnir hérna. Tökum við hérna að FFA lappa bara inn á tómt sæt. Þegar tækniskólinn ákveður að gambla hérna á að halda öllum á A-inu. Það er legt... Þarna kom flaskan. Og það er búið að planta. Og hann er eitthvað bángs á veggnum. Hann er eitthvað bángs á veggnum og hann er eitthvað flaska. Tækniskólinn mæti þetta retake og FFA búinn að ná að stilla sig bara vel upp hérna. Vissulega er þetta Ágúst Eysteinn síðan hérna með þetta pick en líka doppelkill hérna hjá Ágústi. Þetta er bara að líta bara ágætt lút hjá Kitta. 3-1. Eins þægilega átt að leit út hann til að byrja með fyrir FFA. Þeim komið sér bara inn á frítt sætu, náðu bombinu bara auðvitað niður. Hefur ekki geta bara varist aðeins betur að þessu? Jú, ég held að það sé bara árið þeir. Hefur kannski klálega geta farið aðeins út af sætinu, voru kannski mörg hann inni og komið sér í betri posur. Ágúst var hérna mjög segur í þessu rándi, náði 2 frökkum með, treysti kannski aðeins svo mikið á hann. Já,
5, 4, 3, 2. Fyrirfram hefði ég ekki haldið að Twerking Dragon 18 væri, já, ekki með fragg eftir 4 átt. Það er bara Nicky bendir Ég ætla að segja bara byggt á nafninu, sko. Já. Þú veist, það er 18 í þessu. Ég veit. Twerking Dragon, þetta er... Það hlýtur að koma í gang, það kemur fragg í þessu. Þarft að vera rugglaður Valorant-spilari til að fatta upp á Twerking Dragon, sko. 18, sko. 18 í þokkum. Röðsætnin á... Það dreifa sér. Bæða A og B. Það hefði hitt 18 með One Direction. Veitu hvað lag þetta er? Nei. Svolítið lagið okkar. Í alvörunni? Já, svolítið fallega. Það er þannig komið hér. Það er svona smá skekk í, en mjög fallega. Nei, það er samt að lifra allt, sko. Ef það er til það er svona I've loved you since we were 18, þú veist, en það við vorum að, þú veist. Hvað voru það? Já, meina. Það er hlipur í því. Einmitt. Einmitt. Ég man það ekki, sko. Já, meina. Það er hún gömul, þetta var 2000 og við erum búin að vera saman núna í 11 ár, 2013 sem við byrjuðum saman. Hvað er ég þá gamall? Þú ert 19. 94? 19 þar, já. Þú ert 94? Ert þú bara búin að bundið svo 19? Já, bundið sér á 19 og svo náttúrulega var ég líka, sko, ég var nú bara lausu í ykkur 2-3 mánuði, sko, áður en ég byrjaði með tennum, sko. Því þá var ég í 3 ára samband undan því með svona grunnskólaástinni, sko. Já, Ég gekk út 19, sko. Já. Ég líka. Ég og Birta erum búin að samsjóna 19. 10 seconds left. Þetta er ruglið. Ég vil alveg rosalegir. Við erum flottir í það. En nóg þá er samt tækniskólinn í 2-1 stöðu og FFA er að... Þetta er ástæða fyrir að Eva, Donna, alltaf fólk er farið, skilur það er bara að það er ekki meina stöðuleika. Það snýst bara það. Snýst bara stöðuleika. Þetta er svo gott að droppa þessu. Já. Herðu, en tækniskólinn... FFA náði ekki að sko planta spækinu í þessu rátti. Þau bara fjall á tíma, sko. Náði það nefnir, voru kannski eðlilega að fara svolítið illa í þessu rondi í sparinu. En FFA er að lenda svolítið fútt undir hérna, ég meina við sjáum það komur náttúrulega operator á tækniskólan, full keypt þarna, almennt svona, við erum komið vopn á alla FFA megin, en FFA verður að fara að taka úr randi og við skulum ekki glemma að sigurinn þeirra kemur hérna úr hröður randi og það er það sem á að gera hérna núna, þetta er bara nákvæmlega sama, keyra á æð. Eisturinn er komin á magnaðan stað, þannig séð, en nær svolítið ekki að vinna neitt með það, viti, en náttúrulega er operatorið dýr og þungur í ríteki, þannig að sjáðu Eisturinn, hósurnar er að sé bara að gera ráð fyrir þessu. Það er áhugavert að sjá hvernig þetta spilast út hérna, margir í, viðbúinni stöðu. Það er hefði kemur Killjoy úti, en það getur komið counter Killjoy frá FFA. Þarna koma bara 2. Rísa pekar Pyro hérna með 2 á móti. 2 og 3. Þetta var dýrt hérna. Tækniskóli, já. Kageyama. Ekki nút bara. Er það rétt hjá mig? Getum við fengið upp skórkartið? Já, Twerking Dragon kom með killið. Já, það var... Þetta er ekki flókið. Það er heldur forrættin að vita hvað hverju varst að leita. Gott að vita. Hverju varst að leita. Alarm bot out. Já, síðast tveir better er að bera þingsta fargið hérna í þessu rándi. Sem að segja okkur hvað? Hann hefur rétt fyrir sér. Leikur leikjana. Já. You should run. Já. Þetta er mjög skemmtilegt sem við vorum að fá hérna að síðast Too Better er sem sagt, spilar ekki í deildunum í CS eða neitt þannig. Er hins vegar, hvað segir við, tvöfaldur deildamestari kvenna í Val. Þannig að það er stórt, sko. Já. Það er að koma hlýfandi maður. Og síðast Better bara búinn að pakka. Menn þetta er últið. Það var svakalegt. Það er vel út fyrir FFA, er þetta ekki bara klárt eða? Jú, það er bara að tróða í kittan. Nei, alls ekki. Þegar það er komið 3 ránd á FFA. Já, bara 1 rándi viðbót.
Það voru svona að gleyma það líka að FFA eru svona svolítið búin að stilla sér upp sem hérna... Seinni hálfleiksliðina. Seinni hálfleiksliði, sko. Já, algjörlega. En ég meina, þú veist, jafnvel mestu sérfræðingar hafa einstaklega sem rátt fyrir sér. Já, algjörlega. Ég er fyrst til að viðurkenna þegar ég hef rátt fyrir mér. En ég hef það ekki núna. Þetta mun fara 34. This is a nice spot. Ég hef full prófið. Þetta mun fara 34. Við fengjum bara flóakast að spilina leik með alltaf stöðsum að gera svolítið, sko. Við erum með allt og mikið ADHD hérna, sko. Já, ég er bara líka, sko. Ég er að reyna að horfa á það. Þetta er gaman að horfa á. Þetta var risastórt kill. Þetta galopna sætið. Galopna! Nú er spurning hvort FFA læri af því sem við sáum áðan. Ákveðsinn að koma annað pick. En við náttúrulega sáum postplanti hjá FFA áðan ekki nógu sterkt. Náðu sig ekki. Þetta er samt mikið vitleski hérna. Tækniskólinn hérna að stuðu. Ná að klára þetta. Jú, og Tækniskólinn að 2 og 2. Ég ætla að klára þetta. Já, vita ætlum báða. Já, vita þeir bæði hann inni. Herri, já, nei. Tóku það bara báða þarna út, þetta var stórt. Sést við betur og Twerking Dragon 18. Þinn uppáhaldsleikmaður. Bæði þar. Já, þeir reka og leiða lestina í frökkum í liði FFA. Jú, ég meina það er það sem þú vilt, sko. Þú vilt hafa fórustu sveiðinn og einhvern til að passa upp á lestina. Það er... Já, ég væri svona lestastjórn í okkar Valorant-liði. Værið þú lestarstjórinn í okkar liði? Já, allavega ég reka hana, sko. Þitt verið væri svona meira einhvern veginn á fyrsta farrimi og ég var alltaf eitthvað aftast að bara þakklúðu fyrir að vera með í fyrstu persónu skotleiki, sko. Ok, ég bara kann að meta, þú veist, tala um að lestarstjórinn og þú ætla að vera aftast að reka lestina. Já, lestarstjórinn í aftasta vagn. Já. En er ekki flestum svona teinalestum í dag, sko, ítt? Það er stjórnborðið er aftast. I know exactly. Er það? Já, ég held það. Ertu viss? FFA hérna að fara... Þetta er að fara Nýmar! Hann Nýmar! Vá, við kunum alltaf. Kann að meta hvernig FFA tók flawless round og hníf til að tróða sokka upp í kinda. Jep. Það er svolítið staðan. Komið 5 round, komið yfir. Ég er áttum það núna. Þetta var 13-4 FFA. Já, út í að það náttúrulega svissast og þá er FFA... Já, var það sem að Engillinn var að segja sem kom til þín? Andinn, já. Valorant andinn sem mætti þetta. Já, hann sagði sko bara 13-4. Síðan heyrði ég svona... Og ég hugsaði, Tækniskólinn. Já. Þeir voru yfir þá, en já, þetta er FFA sko. Já, ok. Herru, ertu búinn að bóka þig hvernig þú ætlar að fara á Tröllaskagan og taka lagið í hádeginu? Nei, það er bara enginn búinn að heyri mér ótrúlega svo. Nei, þú ætlar að heyri þeim, sko. Já, ég er náttúrulega ekki með neitt kontakt, sko. Jú. Já, við græðum það. Jú, er ég með kontakt? Nei, ég er ekki með neitt kontakt. Nei, ég Ég heyri skólastyrjunni, þetta er ekki. Já, ok, ég til í þetta. En já, það er leiðilegt fyrir tækniskólann að minni ekki... Ég og Egill notabene ætluðum með þér, bara akkurat komast ekki þá. Já, þeir eru að skila spólu. Nei, bara uppbyggum menn. Geðum þetta að fara á Tröllaskagan, sko. Ég elska Tröllaskagan. Já, ég hérna... Ég var að henda okkur bara... á Sigló og eitthvað. En þú ert bretti, ég... Þetta er samlega. Ég skil, sko. Ég skil. Hvað ert þú? Þú var í úlingarnarslegum skil. Það leynir svo á þér. Þetta er ótrúlega. Ég hætti vissulega árið sem ég fer í það, sko. Tapaði ég mitt á móti liðina norðan og það var ekki búið að snjóra í 1 dag í bænum. Ég fór bara í fílu og fór að kera góðspil. Já, ok. Ég bara glemdi þessu. Bara þegar eitthvað lið sem ég var bara að pakka árin undan, pakkaði mér í fyrstu keppni. Já, það bara... Nei, þetta er bara ekki svona, já, og það var bara komið februar og við erum ekki búin að ná að halda eina æfingu í bænum. Já, og svo fórst að gera go-kartbíli sem þú gafst bara kert í 2 mánuð á Íslandi. Já, bara... Nei, ég reyndar æfði mikið á vinnar. Hvar? Hér. Það er svolítið pointið þegar þú ert svona bara eitthvað krakkið að byrja að gera, þá var bara mjög fínt að æfa og klaka og dótið til að ná kontról. En nú fyrir við að ræða, þú náttúrulega... Við erum ekki fyrir að ræða það núna, nei. Þú keyrði til að gleyma. Ég keyrði til að gleyma! Vissulega. Nei, en er einhvers þar hægt að kera go-kart í dag? Akureyri? Já, jú, Akureyri? heldur betur.
Það var svo gaman að þetta var að einhvers þegar í Garabænum og það var alveg geðvægt. Hvað hefur á mótið þessu Akureyri? Ekki neitt. Ég elska Akureyri bókstaflega upp á staðurinn minn. Kitty, þú ert bara hendir hérna fram staðarindum eins og enginn sem morgundagur. Vona bara það besta. Nei, Akureyri er uppáhalds staðurinn á Íslandi. Græni hatturinn. Ég hefði verið til að vera á tónleikum hjá Kitta og Græna hatturinn. Leikhús Akureyri. Geggjað. Alltaf geggjað. Elska það. Þú varst að leika Tóta þar eða? Já, ég var að leika Tóta. Tóta Tannmál. Já, bara, ég myndi drepa fyrir að fá að gera það. Ekki leika Tóta, en bara fá að leika aftur. Herru, þetta verður ekki 4 á Tækniskólanum heldur. Já, Andi kemur til minn eftir smá. Hofið, er það ekki skýrt eftir þér? Nei, alveg alls ekki. Hofið? Ég kallar það hof. Talast þetta sjálfa þig, ekki hofið. Já, ég kalla líka mér mustur hins vegar. Já, same. En varst að leika með okkar nýjasta forsetaframbjóðanda þarna í Tóta Tannmál? Nei, en hann er núna að leika fyrir norðan. Hann er núna að leika fyrir norðan. En ég síðan alltaf held ég og Jói við verstu kveðjutónleika allra tíma út í að við gigguðum að ástætti einhverja hestamanna svona 2 dögum setna í hofi, sko. Við heldum það í hofi. Já. Og svo varum við aftur að Það eru verstu eða bestu? Verstu kveðjutónleika allra tíma út af því að við vorum ekki aðleika tónleika í hofi. Já, og síðan vorum við bara 2 dögum setna. Við vorum bara með sko 5 plönu gigga eitthvað í saman mánuði, þetta var alveg. Boys, hérna fáum við öll útinn, allt dæmið. Loka rándið í fyrra. Það veit það enginn. Það er að gerast þér! Það er alltaf að gerast þér! Er þetta hérna upside down hérna? Upside down. Það er defending Killjoy, það er attacking Killjoy, það er alltaf ekki, þetta er suppressed hérna, twerking Dragon og við erum bara hérna og það er bara ennþá allir lifandi nema einn. Nú ertu bara að segja orð. Ég er bara að segja orð sem er að byrtast þér fram mig, sko. Við erum 3-2. 2-2, 1-2. Robby Bánsett til að jafna þetta í hálfleik fyrir Tækniskólann, hann er inn í einhverju dæmi, low, Ó guð, þetta var alvöru! Farin í hálfleikin jafn, maður! Hvað varst þú að segja? 13-4-1? Getur ykkur sagt með hvað gerðist? Voru ekki 2 eftir? Voru 2 eftir einhvern veginn, sko, en Svo hvarf ykkur. Já, þetta var hérna Ultras. Já, ok. Eðlilega. En Eysteinn hefði alveg ekki þurft að fara hann í gegnum hennar smók, er það nokkuð eða? Eysteinn? Já. Þú veist. Var þetta smókur? Já, það ekki? Já, þetta var þá einhver magical smoke. Já. Þetta var svona... Svona flassmókur. Þetta var svona flaska. Flöskusmókur. Svo mikið þrýðningum hann líka tímbil eitthvað sveimundum allt, það var mjög skemmtilegt. Og við erum skjóta það ekki? Ég veit það ekki. Nei. Bara gefðu mig bjarta liti og... Bara gert það svo vilt með það, sko. Einmitt. Ákveðið samt sem við verðum að tala hérna og það er að sko Eysteinn og síðast við betur vilja ekki hjálpa liðsvölu. 0 stóðsendingar. 0 assist, sko. Já. Vinna þetta fyrir sjálf á sig. Já. Hvað segir? Akkurat. Hvað voru það að segja? Sorry, ég var alltaf ekki bara... Nei, ekki neitt. Herru, fyrsta rándi getið, hvernig er þetta að spilast þér? Núna... Hvað voru það að segja? Sko, nú er seinni hálfleikur í byrjun þarna. FFA eru hérna komin í vörðina, Tækniskólann í sóknina. Já. Þetta, núna náttúrulega... 6-6 í hálfleik. Þetta er væntanlega sem að FFA er búið að vera að leggja upp með allan tíman. Við fengum að vita það, að þeirra setup hafi verið meira orientað fyrir varnarleik í Valorant. Ég held ég sé ekkert að fara með randmál þegar ég segi það. Flaska. Það er flaska. Nei, heyrðu, þarna lúkar þetta eins og eitthvað cool flash. Tjekka þetta. Þetta er krukka. Krukka. Þarna. Krukku flash. Já, geðvitt. Já, það er nörfbís. Það er ekki að koma, ég síðast ekki nú. Skinn á það. Herru, Ashen. Tekur þetta Ágúst. Það er ekki gott. Herðu, FFA ekki að ríða neitt sérstaklega. Eysteinn hins vegar. Hesti hérna til að byrja með. Ef hann er heitur þá er allt mögulegt fyrir FFA. Sjá hann. Veitum þetta. Leitar haus. Já, finnur haus. Finnur haus. Það er bara að vera ansi erfitt hérna fyrir FFA. Þeir þurfa bara að koma sér að spækt. Vá, Gera það ekki. Þetta er mikilvægt. Mikilvægt rámt fyrir Tækniskólann.
Það var líka, þetta var svo furðulegt með hnífinn sem hann náttúrulega náði einhvern veginn sem er hendu þarna og náði einhvern veginn að taka út all liðið en það ákvaður bara að rótita ekki, almennilega. Já, vissu hvað allir voru, ákvaður bara hvað glottir að þér. Nei, þetta var bara svo furðulegt eitthvað. Já, þú horfðir á mig með svona spánsku svipur þegar þetta gerðist. Já, það ekki. Ég bara svona býtu, what? Þú varst eitthvað svipurinn að vera svona, what? Bara what svipur? Og síðan kom svona lol svipur að þig og ég hugsaði með mér, segðu þetta sé skrítið. Þú beðst með að rándið var búið til að segja þetta. Sem ég kann að meta. Bara svona því að við vildum, við vorum aðeins að fylgjast með. Halda flæðinu lifandi. Já, við vorum að halda flæðinu. Það er það sem við verðum að gera hérna. Það er okkar einhverstað við. Ef við erum ekki með flæðið hérna, þá erum við ekki með neitt. Nei. Ef að flæðir ekki til staðar, getur við gleymt þessu. Nei, en náttúrulega ég reyndist alls ekki sannspár áðan. Nei, þetta var ekki þú, þetta var andinn eitthvað þess að rauglast. Já, þetta er náttúrulega bara, ég kenni honum alfarið. Heyrðu! Þetta var svolítið skemmtilegt, koma sér þarna inn á sætið, en þið er ekki að sjá síðast úr bett, þið er nær þarna innum út. Takayama svarar. Sko, það er augljóst sko að ef FFA tapar þessum leik, þá eru þau dottin út. Og Tækniskólinn er bara komin í úrslit. Það er málið, það er rosalega mikið undir hérna fyrir FFA. Það er allt undir. Það er í rauninni allt undir sko. Eins og alveg Jarl söngið árið sko. Einmitt. Það frakar Nöðna saman. En það er búið að blanda spækinu og tíminn bara heldur hann að teka sko. Það eru þarna svolítið hjá FFA að vera eitthvað að sækja hérna þess í þetta. Þurfti ekkert á því að halda. 2 eftir, 1 lár. Ekki taka neitt eftir og það er bara mjög einfallega þannig að Tækniskólinn er að taka hérna annar ránd sko. 8-6. Hvað er að gerast það? Búin að taka fyrstu 2 rándin, en það er náttúrulega oft þannig í seinnuleika eftir pislinnar þá nærðu náttúrulega alltaf rándinu og vinnur þær sko. Já, það er keðjuverkunin sko. Svolítið sko. Meiri peningum, meiri múla, meiri flottar byssur, meiri gaman. Einmitt, frábær lýsing sko. Já, takk fyrir þetta. Hefði alltaf verið að verkfræðingur svona þegar ég hugsa það. Já, hún er svona einhvern veginn að... Í hvað nám hefur þú farið ef það er námið í háskóla? Ég er náttúrulega að vinna rosa mikið við markaðsfræði í dag sko. Já, þú ert bombaði bara í fjölmiðlafræði? Jú, alveg eins líka sko. Markaðsfræði, fjölmiðlafræði, hagfræði kannski einhverju leyti. Ertu sterkur í stafræði? Gat alveg verið það þegar ég nefndi því sko. Þurfti bara að setja mig svolítið inn í það. Ég fór ekki á neitt rosalega starffræðilega braut sko. Varstu á alþjóða? Já. En ég átti ekkert einhver rosalega vesen með starffræðinni tíðina sko. Nei. Og það hefði svona áhuga á þegar ég bara fór í þjóðarhagfræðina og rekstrarhagfræðina og svona. Mér varst það alveg fínt sko. Já, einmitt. Já, þú fórst náttúrulega bara í nám í listinni, en þú hefur ekki gert það. Já, ef ég hefur ekki í leikarunum, þá væri ég klára stúdendin, því ég er ekki búinn með stúdendin. En ef þú klára stúdendin, hvað hefur þú farið í þá? Ég hefði farið í stjórnmálafræði. Af hverju? Það er líka ekki þannig að þú ferð í stjórnmálafræði og verður stjórnmálamaður. Nei, þú getur gert alls konar. Já, verður bara sérfræðingur í fræðanum sko. Og þetta er bara áhugaverður leikvöllur sem að ég er mjög gaman að pæli og Verður til að vera þingi samt eða? Nei, það myndi ég alveg aldrei gera sko. Nei. Það er bara, þú mátt svipta mig sjálfræði formulega þegar ég býð mig fram. Ok. Eins og ég sé að fara að gera. Mér líður eins og þú sért að fara að gera þessum. Nei, ég er óflokksmyndir. Kitty, ég er á móti flokkakerfinu. Þú ert alltaf að fara að bjóða fram til. Mér líður eins og þú sért að fara að gera eitthvað svoleiðis. Já, eitthvað svoleiðis. Er eitthvað rugglaðir? Nei, ég er alltaf óstabill. Hversu nett væri Jói P og Króli á Bessastöð? Bara sem dúo, bara fyrsta dúo. Já, bara fyrsta dúoið. Þeir eru óðaskilur, skilurðu? Já. Nema hér. En nema þetta hér. Jói reyndar var alveg flottur. Jói spilaði Rocket League. Jói kemur næst. Sko, Jói er bara til að kíkja. Já, og fáum Jóa hérna bara inn til að gera þetta næst. Heyrum í honum, fáum alltaf að kíkja. Er það ekki? Kemur bara að tekur síðast. Já, bara Rocket League, hann er hörku Rocket League. Já, eða bara núna, bara bjóðum að velkomin. Já, það er bara gaman að fá Jóa næst. Hringjum í Jóa eftir. Já. FFA var að ná sér í eitt ránd nefnilega hérna núna sko. Já, við mistum það, sorry. FFA náði hérna einu rándi sko. Og náttúrulega sko, ef við snúum okkur aðeins að leiknum. Út af því að þú veist, ég lappa frá í 1 mínútu til þess að bjarga einhverjum tæknimálum og einhverjum dóti. Varstu farin? Ég tók bjarga tæknimálum. Þú tók Getty sko. Working Dragon! Wow! Þinn maður, heyrðu, þetta er 3. killið hans. Síðasta... Þetta voru 2 killið. Þetta var 3. og 4. killið hans. En það sem ég ætla að segja.
Hérna verður náttúrulega FFA að fara að rífa sig í gang því að það er 1-0 í viðurhenginni og ef Tækniskóli vinnur þetta þá er CSM bara upp á heiðurinn. Já, og hvað er þetta þarna? Þá eru ríkjandi frísmeistarar out of here. 30 seconds Herri, left. wow. Þetta er ennþá starra en bara, ég bara búinn að ná sér. Þetta er ástæðan fyrir að mig geta hérna. Hann kemur með eitt svona góðan punkt. Ég er svolítið hérna. En nú er minn eini punktur búinn og... Stóri punktar. Nú get ég, já, lagt upp laupana, eins og maður segir. 3-2 staði hérna hjá Tækniskólanum, últi. Þarna, eðlilega, já, og eitthvað svona... 2 últ. Þetta er Tækniskólinn að koma sér hörkustöðina. Hörkustöðu! Nú þarf FFA að fara að rífa sig í gang. Þeir hérna, já, samkvæmt fróðurum önnum þá hérna voru þeir að setta upp fyrir þeir eitthvað svona meira... Heyrðu, við erum þetta tökum við til því, þetta eru skrítið bæ! Hvað er það eða peningum sinni í? Þetta er algjört fors. Ég hafa bara ekki nógu mikið pening. Mér er svolítið skrítið að dæma þau fyrir hvað eru að kaupa. Nei, á þau eru að bakka heldur tilbaka með þetta. Bara aftur í stóllunar. Bara í stóllunar? Já. Skemmtilegt. Er það ekki... Þetta er bara K-Money. Nei, þetta er K-Money. Má ég sjá, hvernig myndir þú nota stóllunar í rappi? Ég myndi ekkert gera það. Jú, bara smá. Ég hef aldrei haldið á skambissu. Nei, já, en þú er K-Money. Frístælaðu með stólurnar. Bara, komdu með eitthvað með stólunum. Shit. Bara dreg stólurnar, eitthvað. Nei, ég er að roðna í þetta. Bara að vera kamera. Bara taktu bara góða bara svona... Þú ert alvöru svona þreytandi þegar kemur þú mannsandi texta. Já, já. Þannig að ef þú komdu bara einhvern texta og kittalagi, bara eitthvað B.O.B. allumis. Einmitt. Já, og setjum stólurnar þar. Nei, ég vil bara fá nýtt frístæl, sko. Já, ég hérna, það er svo langt síðan sko Í þessu þarna, það sem hún leiti Bud blóta. Já, Foss. Oh shit. Þá kemur náttúrulega rosalegasti rappkabli sem K-Money hefur eitthvað tekið. Það? Já, beinta eftir þarna. Þú veist, K-Money að drulli við Gísla Martin í beinni er eðlilega. Drulli? Hvað er það að segja? Sko mál er þetta, ég er með sáttum með versum mitt á því. Var Gísli Martin eitthvað að baka það? Nei, ég elskar Gísla Martin. En hvar myndur þú koma stólunum fyrir? Sko ég var mjög mikið að frístala, ég var orðinn frekar góður í á tímabili. Hvað var að gerast? Það er frábær spurning. Já, hún var útlur og gæti ekki gert neitt. Það fær bara hérna fallið eins og... Sko Cypherinn, Twerking Dragon, þetta gætur stórt. Vissulega sem pressaðir. Bombarnir niðri. Bara með deglu. Þarna. Þetta var eitthvað, veit ekki hvað... Þetta var ekki heitt eða eitthvað? Nei. Herri, leiktu til við! Gaut eitthvað... Viltu hæri? Með stollun á lofti, Kitty! Það er æsispennandi keppni þetta í gangi. Sko, er ekki bara Twerking Dragon að halda þeim öllum inni þannig að þau deyja á springjunni? Þarna, 1, 2, nei, reload, stollan að klikka! Þetta hefur verið svo legendary dótmaður. Það voru reloadaður ekki, elsku vinnur. Jæja, þetta lítur ekki nógu vel út. Það lítur ekki. Fyrir ríkjandi meistarana. En eins og ég sagði 13-8, þannig að þetta er náttúrulega. Já, þetta sagði 13-8. Alveg rétt. Man eftir þú sagðir, ég man nákvæmlega hvernig þú sagðir og... Við bara ekki þannig að þú byrjar á þessu FFA en farið það svo yfir á Tækniskólanum. Nei. Nei, ok, þú heldur þetta FFA vinni? Nei. 13-8. 13-8 Tækniskólanum. Þú sagði það, já. Já, hún sagði það, sko. Ég man eftir þú sagðir. Klippit. Ég er ennþá bara svo amazed hérna með stollurnar, sko. En sko, af hverju lífum við hvað kallið þið Pistols, Anna? Nei, málega þetta var alltaf, ég man, sko, Tommi kallaði alltaf Pistlurnar. Pistlurnar? Mér finnst eitthvað, sko... Ég hef svolítið verið að gera það. Ég hef líka verið að gera það, en ég kann ekki að meta, sko. Stollurnar eru skemmtilega. Vá, er ég alvöru neiga eða eitthvað ný? Það er alltaf bara, it would be an honor, ef þið myndu nota þetta, sko. Er þetta til eitthvað að ykkur vitið? Það er til. Mér leiði alltaf eins og að væri svona nikk á Pistol Round, sko. Stollurnar. Ég er að googla þetta, það er ekki til hérna, sko, þetta er bara nýjir í þig. Á! Stórt. Kallið mig Jónas Hallgrímsson, sko. Algjörlega. Sko, hérna er Tækniskólinn að ég bara halda þessu úti. FFA voru náttúrulega kaupastrákar. Einmitt. 11. rándið að detta bara í húsi á Tækniskólanum nema Ísland geti gert eitthvað alveg magnað hérna.
þá er þetta að fara að vera mjög erfitt næsta ránd fyrir FFA ef að þetta lendir inn á tækniskólanum. Þetta er 11 ránd tækniskólinn, FFA að fara í spar eða einhvers konar force. Mjög líklega bara stollur. Hei, gætu þetta að vera í stollurnar. Þetta fellur vel, Nei, það er force. Það er það alveg. En er tækniskólinn að fara að sparka ríkjandi meisturum 2-0 út? Þetta er ákveðið statement, sko. Ákveðið statement? Þetta er bara balls to the wall, sko. Það er alltaf fréttað þetta. Statement er understatement. Það kallar þetta statement, sko. Mitt. Hanna nú. Já, ég veit með... Það er eitthvað últið í gangi með 3 últinni. Það fann 2 og force round. Þannig að það er vægast að forhóttnilegt að sjá. Spilum fyrir þessu að þetta byrjar ekki vel. Það er bara að fara þetta strax. Mikil kill. Og bombarna fara niður bara leið. Tækniskólann. En þau vissulega eru öll inn á svæðinu. Þannig að það væri einhvern veginn hægt að pressa þetta rétt. Já. Það komum við í fína stöðu. Sko, 3-3 þetta. 3-2, tækniskólinn. Illa mannaðir en það þarf að drepa og... Já, deactivate það. Tiss hérna. Stórt Auðvitað er það Twerking Dragon sem stendur upp þegar að á þarf að halda. Stabilizing core. Veit ekki hvað það er. Þetta er náttúrulega bara rest þarna og þá er þetta að pikka upp byssu. Meiri peningur í næsta ránd. Bingo. Snuð. Þetta var gríðarlega mikilvægt ránd. Þetta er FFA að koma sér í möguleikan aftur í það. Já, ég meina nú þurfum það bara að svara. Það er bara að taka þetta 2 eða 3 rándir upp bara til að virkilega gera eitthvað í þessu. Ég er spennt fyrir góðum síðastleika eftir maður. Já, líka. Það er ekki. FFA, þið þurfum að ná þessu. Þetta væri hann skemmtilegri ef við væri með 1-1, sko. Já, við þurfum, FFA, koma svo. Sem óháður aðili sem vil bara gegja rafíþróttir í það. Þetta er svo spennandi, sko. Egill hann situr vart á sér. Þetta er svo svakalegt, sko. Eru það Selfoss fjall í gær? Hvað sér þau? Selfoss fjall í gær. Selfoss fjall? Það er svakalegt. Það er líka svakalegt. Það er það. Íslandsmeistarar 2019, bara ekkur í efstu hluti hátta. Það er alveg, Selfoss er líka, þetta er högg fyrir selfissingar, sko. Þetta er rosalegur handboltabær. Haukar einmitt unnið og sett á það niður í gær, mér fannst það leiðilegt, ég var ekki. Mér fannst leiðilegt, öll 5 mörkin sem að bróðum mér skoraði. Já, mitt. Þú hataði það. Já, ég hataði. Það var einn góður sem að fór beint í andlitið á honum og nú er ég 1.75. Ég er ekki hávaxinn maður og þessi góður var mjög stór og mjög góður varnarmaður. Þetta er Sverrir held ég í Selfoss. Og hann fer þarna bara mjög eðlilega samt í andlitið á honum, þetta var ekkert viljandi og skellir honum eitthvað á jörðina og ég bara svona snöggriðist. Og ég ranka við mér, sit í sætinu, ég ranka við mér þar sem að mamma æskuvina míns, Orra Freyr Þorkelssonar sem að spila fyrir Sporting Lissabon er haldandi hendina á mér svona 3 þrepum neðar þar sem ég bara einhvern veginn svona... Þú er komin upp bara... Já, ég veit bara ekki hvað ég ætla, ég var ekki að fara að gera neitt. Nei, þú er bara komin í öskrið. Já, ég var bara... Ok, ég ætla að snúa okkur aftur að hérna. Já, takk, sorry. Hérna, sko, tækniskólinn, ekki komið með spækir niður, það eru bara 15 sekúndur eftir á klukkunni. Hvað er að gerast þetta? En rótið er að koma það hægt að þessi bomba fyrir bara niður. Bara þægilega, sko. Ó, guð minn almáttugur. Hérna þarf eitthvað risa einstaklingsframtak frá 2 manneskjum. Og ef þið vantar einhverja, Twerking Dragon, she is too better. Ekki satt? Það er þannig að ég myndi velja við bæði, sko. Það er verið að smóka þetta til helviti síðan. Gera þetta þægilega bara til að komast inn og aðeins að skoða þessu Það sé með þægilega línu, hann geti bara... Heyrðu, FFA... Já. Þetta er bara klátt. Þetta er tækniskólinn að koma sér í mannfóttina. Shit! Strákar. FFA. Tökum líka eftir því núna hvernig kaupið hjá FFA vissulega reyndar áðan í spari bara með... Já. Já, alls konar vitleysu. Allt mögulegt í þessu. En þetta gæti verið síðasta rándið. Það væri rosalegt að fara í... Hendi ríkjandi meisturum frýs út og við erum að fara að missa Akranesi, sko. Við erum að fara að missa stuðningsmennina sem að fylltu hérna, sko, arenaði í fyrra. Elsku vinir.
Það verður sárt að horfa eftir þeim. En tekniskólinn gerir bara slíkt í saman núna í ár. Ef það komast á það við ætlum ekki að taka trúna alveg að FFA. Þetta gæti Ríkjandi meistar FFA, þetta... Er ekki 12.000 manns í þessum skóla? Jafna hann í þessu. Jafnir liðum. A-State. Sjáu þið! Þetta bara mjög einfalt. FFA bara næði sér í... 9. rondið. 9. rondið. Bara mjög þægilega, sko. Og... það væri náttúrulega rosalegt ef þessi leikur fari í framleggingu. Þá pissa ég á mig. Það er því svakalegt. Ég geri það strókað. Ég vildi vel ljúga. Kristján, ég ætla að fá spá hjá þér. Hvernig fer þetta? Bara fara FFA megin eða tekniskólinn fara að klára þetta? Er tekniskólinn... Sko sjá kaupið hjá tekniskólinn. Það er últ hérna. Já. Það eru 3 últ á tekniskólanum. Þannig að mögulega á bara að keyra á... A-State var með últinnan hinum meginn hjá FFA, eða ekki? FFA koma svo. Það mætti heyra þessa klassísku saumnál detta hérna í stúdíónu, það er svo mikil spenna við ekki sé mikil á miðjunni fram á þessu, en þetta virðist alltaf verða Heyrðu! Bæra opnarni komur hérna frá tekniskólinn, Pyro hins vegar næra í að draga 2 tilbaka tekniskólinn yfirtölu, það er allir með últ. Þetta var stórt hérna, Turkey Dragon 2 á 2. Cypherinn að henda í últið. Víta þá óvinnina. Ég verði að planta. Búið að planta. Lína, hauslína. Heyrðu! Kitty Disco hérna er að taka út og bánsa. Þetta er Tiss! Þetta er Tiss að fara að nota þessu fyrir tekniskólan. Nei! Tekniskólinn er einfallega kominn í úrslit Frís. Heldur betur. 13-9 alveg eins og Kitty spáði. Tekniskólinn sigursalasta lið Frís frá upphafi að henda út ríkjandi meisturum. Þetta er stórt. Þetta er risastórt og já, það er náttúrulega ekki eins gaman að fara inn í leikleikjana með vitað skor í þessum leik. Nei. Í þessum best of 3 leik hins vegar. Úrslitin eru ráðin. Og við óskum að sjálfsögðu tekniskólanum innilega til hamingju. Heldur betur, það er samt svo mikið í þessu samt núna fyrir sig sko, því að það er svo þungt fyrir FFA ef við sópað. Það er ekki í lagi að vera sópað í undan. Eins og við sagðum. Sérstaklega sem ríkjandi meistari. Sérstaklega sem ríkjandi meistari. Og það er líka understatement að kalla sko statement út. Það er meira en bara statement. Sko. Það er bara... En FFA getur allavega glatt sig við það. Já. Að það var síðasti valuleikur sem þau spila í Frís. Einmitt. Var þetta annar valuleikur sem við töpuðu? Ég veit það ekki. Bara að segja þetta bara, þú veist. Við ætlum að skipta leikjunum út. Já, en ræðum það samt aðeins. Þetta var huge cups. Ég var bara að pæla í því. Þetta var besta valuliðið. Í deildinni. Bara í deildinni sem var að tapa. Tapa 2 sópan tekniskólanum. Af 11 leikjum í, sem sagt, bara í Frís í ár. Nei, og náttúrulega, þú veist, vinna náttúrulega líka í fyrstu umferðinni. Ég er að segja það. Þannig af 12 leikjum, þá tapaðu 2 báðum út tekniskólanum. Það er eitthvað grættistak þarna. Það er dýrt. Við ætlum í auglýsingar, komum svo aftur með CS og reynum að finna kannski eitt leik upp. Já, eitthvað er ekki. Mögulega. Tjekkum á þessu. Ég hef alla tíð verið með sjúklega mikla bíladöllu. Í þessum þáttum ætlum við að kynnast alls konar faratækjum. Ég heiti Magnea og þetta er 0 upp í 100. Rock and roll!
þetta er bara ykkar kingdom. Og jákvæðisfingur lokast. Eru þið tilbúin í þetta? Þetta er svo opbúslega gerfilegt að hann sé svona hár. Þetta er bara passa. Ég hef alltaf verið miklu hærri. Og ég byrja, ég byrja. Vanið er náttúrulega alltaf að fara alla leið. I ain't taking the rap for this. That's the roadkill. Trúið mér Stefán, mér líður samt ekki jafn illa þegar ég er að hlaupa. Sigur! Það er einhvern veginn allt svo auðvelt með henni, sko. Og í kringum hana. Ég var mjög heppinn. Þetta er einhvern besta lag sem hefur komið út á Íslandi. Ok. Við þurfum alltaf að ná andanum svona aðeins eftir þetta. Ekki? Ég allavega. Ég er góð, sko. Já, ég veit það. Oft var þetta þannig að mann voru kannski með einn smell af einni plötu. Þú bara úðar þessu út. Því að hjartað vísar leið. Kári á Kristófer og þetta þekkjum við! Nú kemur tróð og nú flykkast það! Pablo, hann er út í horn á Kára sem að félur að línu! Emil í bara stemning Tristin, jújú, aftur ekki! Tristin, já! Þetta sparinn okkur og Daniela Molle sem beint á hringinn og Kára. Nær ekki skotinu, þetta er að renna út! Kári Jónsson í þryggja! Hann segir þetta! Kári Jónsson! Við tökum öll þátt í að vefa framtíðina. Enginn veit nákvæmlega hvernig hún verður. Hvaða möguleikar skapast. Hvernig þeir fléttast saman. Eitt getum við samt verið vissum. Framtíðin verður með ólíkindum. Möguleikarnir endalausir. Tækifærin sem tækniframfarirnar skapa verða þó ekki raunveruleg fyrr en þær eru komnar til þín. Þú þarft að hafa hnökralausan aðgang að framtíðinni, hvaða tækifæri sem þú vilt grípa. Þess vegna leggjum við þúsundir ljósleiðara þráða landið. Vefum þétt net sem tryggir að hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Velkomin í Viltu finna milljón. Í þessum þáttum ætlum við að fylgjast með 3 pörum í 5 mánuði taka fjármálin sín í gegn. Hvað haldið að þið skuldið mikið? 100 milljónir. What? Svona mikið? Já. Við ætlum að greina fjármálin þeirra og gefa þeim og áhorfendum góð ráð. Séu lán verðtryggð eins og í tilfelli Natalíu og Stefáns, þá getur farið svo að eigið fé verði neikvætt í húsinu. Við fylgjast með keppendum, takast á við ýmsar áskoranir. Við að byrja á að skanna hvort það sé eitthvað á honum. Við erum líka aðeins búin að vera að skoða bara svona svipaða bíla. Nú er komið að því að skipuleggja ferðalag. Við erum að fara til Varsjár, höfuðborgar Póllands. Þið eruð að halda matarboð fyrir 4 fyrir 5.000 krónur. Svo skiptum við liði. Ég fór út í Nauthólsvík að finna skreytingar fyrir borðið á meðan þú hélst áfram að elda. Það par sem nær bestum árangri í sparnaði stendur uppi sem sigurvegari og fær að launum 1 milljón.
hvað má bjóða þér hérna? Ég ætla að fá mér eitt svona. Eitt svona Það venjulegan. er klassíska. Eitt svona klassískan bara. Ertu alltaf bara í klassíska? Ég er alltaf bara í klassíska, sko. Mér finnst bara... Ég elska, hvert eina skipti sem við opnum frís, það reynir þú að gera eitthvað, það sést aldrei. Það er svo gott að ég bara taka alltaf leika loksins eftir því, sko. Ég fæ mér alltaf eitt Red Bull þegar við komum áttur, sko. Já, vissuðu það að tækniskólinn, kannski helst það svona ástæðan fyrir því að tækniskólinn raunverulega er komin úrslit. Ég er bara búin að pakka þessu kvöldi, veist þú hvað að segja? Er voru inn í arena? Bingo. Fengur sér að borða bites. Fengur sér að borða bites, þeir voru með smá móralskan, inn í arena, þetta skiptir allt máli í þessu. Og þú veist, þetta er það sem við þurfum að hvetja önnur lið sem er að fara að koma núna í undanúrslit næst og sjálfsögðu fyrir úrslitaleikinn sjálfan, bara allt. Komið niður, gerum þessa stemmingu. Er það ekki? 100%. Að öðru. Já, sko, nú bara síðast en eftir. Já. En áður en hann byrjar, þá þú með aðra tillögu að leik til þess að skipta þetta Valorant að næstu. Já, þetta er þetta tillagan hans Kidda. Mín, þetta er tillagan mín. Já. Þessi leikur heitir Worms, 2x MD. Það heitir bara Worms, já. Já, 2x MD. Einmitt. Við getum bara að starta núna, sko. Já, ætlum við bara að vaða beint í hann, já. Já, við bara höfum svoleiðis. Nei, það er bara intro. Það er intro aftur. Þarna kom það. Þetta er svo góður leikur og við þurfum sko intro. Það líka má kannski mjúta eyrunum á okkur CS-hljóðin. Nei, það er bara ekki. Nei, það er bara stemming. Ok. Það er bara stemming. Ég heyri mjög lítið í sjálfu mér. En ég hins vegar sko, þennan leik hafa allir spilað. Worms. Nei, það ekki. Þú veist, þetta er alltaf bara búið til bara... Er þetta ekki bara, var ekki talað um þetta í biblíunni? En við höfum ekki spilað hann í Nýja testamentinu. Við höfum ekki spilað hann í Nintendo Switch, sko. Nei, ég hef bara spilað eitt leik í Nintendo Switch og það var leikurinn sem við spilaðum áðan. Er ég að gera það þú núna? Ég er að gera. Ég er já, og ég er hérna hlaupandi og ég er stekk og ég er Þú ert að reyna að gera eitthvað, þú ert að reyna að fara upp í skipið þarna eitthvað, ekki? Já, ég er að byrja, tank eða eitthvað, upp með ég hef vissulega 19 sekundur til að Herðið strókar minnir, já síðan hoppa ok, hann er að komast eitthvað þú veist, nei Jú, byrju, og svo skýtur eitthvað, dríðu þig Þú hefur bara 5 sekund, hvert að fara? Já, byrju, ok Já Býtu það? Ok, býtu, þetta er punktur hérna. Býtu, já, nú ertu búinn, sko. Nú er ég bara að fara að stela þessu skipið þínu, sko. Býtu, hvað er að fucking gerast? Nú er ég bara að taka þetta skipið, því að við erum vonað í þetta hann fyrir einu sem Danmörku, hann segir ekki annað en fokk, sko. Já, ég veit. Er þetta kallið minn núna? Nei. Þetta er ég. Þetta þú er bara ykkur tur. Nei, djúvill. Enter merge. Nei, býtu, X er... Herri, já. Ok. Og hvað gerir ég núna? Svona eitthvað, eða ekki? Eitthvað? Og svo íti ég á eitthvað, hvað íti ég á til að skjóta? Kristján? Við ætlum að þessi leikur er ekki að fara að taka við að Valorant í frís. Þetta er bara búið. Já, þetta er heldur bara búið. Ok, en Egill, þú veist, þetta er svo típist. Kiddi átt að græja hérna eitthvað smá segment út í það en það, þú veist, 3 mínútur í CS. Ertu með eitthvað? Já. Ég er með eitthvað, sko. Ég er með eitthvað svona, ég er með alveg mjög skemmtilegt stöf. Ég er búinn að bíða svolítið lengi með það. Já, ég veit þú voru að spyrja um einhverju spurningar. Þetta er loss, bara segja það. Já, ég tek þetta bara tjesti. Við erum ekki verið að spila Worms í frís. Við höfum það alveg á hreinu, en ég erum hins vegar að fara að spila svolítið skemmtilegar svona spurningar sem við höfum svolítið gert hérna stundum inn á milli. Já, ég get ekki beðið eftir hversu mikið Hvað getur með mánaðarinn í fyrra aftur? Ég er ekki með það hjá mér. Ég er með skattskýrsluna hans. Já, ertu búinn að skoða hana? Geðveitt. Gekk vel í fyrra, var það gott ár hjá Hefur þú komið í tekjublaðinu? Já, sístu 2-3 ár sko. Er það málið? Já Ég hef alveg sloppið Já, ég hef ekki sloppið Nei Það segir bara hvað ég finna lítið Nei, það segir, nei Jú, 100% Þetta er bara top 100 Þú er potið með minnstu launinni núna Nei, það er svo langt Ég er náttúrulega í skóla, ég er fullur námistrákur Tónlistarmaður, þú ert á RÚV Þú ert á Stuttu e-sport Þú ert international tónlistarmaður Þú ert spilandi rooftop partíum í Brooklyn Þú ert búinn að leika grammeti Ég leik ávöxt Og tannálf Ég er náttúrulega í fullu námi strákar mínir sko. Já, nummer 1, 2, 3 Ég ætla að spyrja þig að hraða spurningum sem þú mátt samt alveg svona að hugsa pínupons en samt ekkert of mikið Þær myndu flokkast óþægilegar að einhverju leiti Það er gott En samt ekkert endilega Þetta er bara skoðanir fólk Svo máli það sem er mikilvægast í þessu Alla skoðanir mega alveg að rétt á sér, skilurðu
innan skynsamlegra mark. Innan ákveðina mark, að einhverju leyti, þú veist, við þurfum samt bara að hafa það á hreinu, þú veist, þetta bara... Þangall annað kemur í ljóskynni, þá máttu hafa bara þína skoðanir. Er það ekki? En við skulum láta þið vita mjög firmly, svona, alveg bara mjög leif, ef okkur finnst það að fara út fyrir eitthvað vel saman. Ég er feeling hreinskilin í dag. Ég held að ég sé svolítið að spurja Króla. Ok, ekki Keiman. Bara svona Króla the sweetheart. Króla the ok, já. Já, bara ekki Kitta, ég er að spurja Króla og svona ef einhver vill pikka þetta upp. Hvað er það margar spurningar? Já, mennur ef einhver svona blaðamár á vísi.is er að hlusta og vill pikka þetta upp. Jep, þetta eru 12. Já, ok, kottum með þetta, kerum þetta í gang. Myndur þú sprautaði með bóluefni við COVID-19 vitandi allar upplýsingar í dag? Já. Myndur þú hafa miklar áhyggjur af stóra gagnarleikanum ef á honum verður? Já. Hvað er til mörg kyn? Ekki hugmynd. Myndur þú vilja klóna þegar þú gæti það? Nei. High School Crush íslenskt? Ætti þá að menna Celeb High School Crush? Já. Vá, þetta er svo góð spurning. Já, hvað kom fyrst upp? Ég hugsaði Birgitta Haugdal, það er miklu meira svona eldra. Alltaf rendi Gittuhaug. Já, en hún var High School Crush, menn ég verið í menntaskóla. Hún hefur bara verið svona leikskóla crush af þér. Já, einmitt, það meikar ekkert sens. Ég verði eiginlega að fá betra svar. 2016, Sonja. Sonja Valdin? Sonja Valdin, mér finnst það bara snátt. Herðu, High School Man Crush, alþjóðlegt. Svo innilega hvað var ég að gera í menntaskóla? Ég held í alveg ekki svara þessu fyrir það. Já. Beckham, alveg 100%. Nei, ekki sko í menntaskóla. Nei, hann var ekki, það er sennilega versti punkturinn hjá Beckham þegar hann er í menntaskóla. Já, þá var hann eitthvað svona... Var hann snóðaði þá? Það er áður hann fyrir sko bestu hárvíkarverslunum sína sko. Það er bara svo nettur. Hann er alltaf nettur sko. Óþólandi nettur sko. En High School Crushi mitt... Það verður sama crushið með bara frá því mann eftir því sko. Það er málið? Tom Hardy. Vá, það er gott sjátt. Það er alveg heitu gæi sko. Hann er sturla slá. Býtu, High School, eru það 10. bekkina? Herru, hendum okkur í Benedict Cumberbatch. Benedict Cumberbatch, já. Ég horfði mikið á Sherlock á þessum tíma. Hann er mökkfallegu maður. Hefur þú borað í nefið og borðað það? Já. Hefur þú æft kossanegin á spegli? Já. Hvað er lengsti tíminn sem þú verið í sömun nærbúsun? Það... Ekki 2 dagar eða eitthvað? Ekki ljúga. Þú hefur alveg slætað í 3 daginn. Nei, ég er sko, en þetta er bara svona max, ég fyrir sturtu 2 dagar sko. Já. Ég er alveg... Fikka mig kuði fyrir að svara þessar spurningu því ég þarf að útskýra svo mikið. Já, ég svo... Nei, þú veist, ég er alveg svona anal með allt, þú veist, ég fyrir sreina sokka 3 dagar sko. Já. Hefur þú fengið kynnsjúkdóm? Já. Steiktast það sem þú gert í svefni? Ég braut closet situ. Hefur Ég gekk í svefni og braut closet situ. Málið það, að brjóta closet situ fæn. En í svefn? Þetta er mjög stutt það, ég var í Florida og ég var á annarri hæð og... Já, auðvitað hann í Florida. Og nei, þú veist, og ef ég er á nýjum stöðum þá gengi ég eftir svefni, sko. Új, það er fucking ógeðslega óþægilegt, sko. Og ég labbaði í svefni og þetta er, þú ert svona... Er þetta hús? Þú ert ekki á hóteli? Nei, þetta er hús í Florida og ég er á efri hæðinni og mamma og pappi er að gista á næri hæðinni og þetta er sko fyrsta nóttin okkar. Og ég er 16 ára. Og ég er bara nýbúin að vera bara nýbúin að horfa á Benedict Cumberbatch og bara beint niður. Nýbúin að gefa út B.O.B.A. bara við. Nei, þetta var svona árið áður en það gerist. Og ég labba bara niður í svefni og ég gískaði, vonandi ég hafi ekki rúllað niður, nema ég vakna bara við það að ég bara er með hendina ofan í klósettinu og það er bara plastklósettseta í bara, þú veist, í svona 3 brotum. Ég bara kýldi í gegnum klósett. Tókstu eitthvað skrítin efni fyrir kvöldi? Nei, en ég veit ekki, ég hef enga útskýringu á þessu. Nei, þetta er... Þú kýldir bara í gegnum klósett í útlöndum á fyrstu nóttinina í fjölskyldu. Hversu mikið rústaði þetta fjölskyldufriðinu þegar foreldrinu voru bara, þú veist, litli drengurinn okkar. Ekki neitt, en málið var... Nei, og þetta er bara eðlilegt. Nei, ég veit náttúrulega ekki hvort ég hef sko kýlt, en þú veist, ég er bara svona... Þú vaknaði með hendina onni í klósetti, búin að kýla í gegn til að brjóta hana, væntanlega kýldur í gegnum það, því að hún brotnar ekki bara svona... Nei, þetta var svona þunn plastklósett þetta sko. Ég hefði bara getað dottið á hana. Ég bara vaknaði við það að ég var með hendina á henni. Ef þú myndir koma með þessu sögu í einhverjum svona Would You Lie To Me dæmi, ég myndi kalla bólaskita á þetta. Já, ég skilja bara mjög vel. Þetta er fáránlegt. Ég hef nokkru svona gengið í svefni sko. Síðasta spurningin. Já. Hefur verið labbað inn á því óþægilegum aðstæðum? Hefur verið? Já, það er 100%. Það? Það var allir lent í, bara óþægilegar aðstæður við höfuð.
Já, en þú veist, óþægilegar aðstæður, skilur. Hvernig óþægilegar aðstæður? Þetta þannig þægilegar óþægilegar aðstæður. Já, þér líður mjög vel, skilur. Alveg þangla að labba þig. Já, 100%. Það þannig? Já. Og varstu í kippinu eða varstu með döm, skilur? Ég er ekki að svara þessu. Ég myndi líka kalla það mjög óþægilegar aðstæður ef foreldrar myndu labba inn á mig, ég var bara að kýla getur closet sitt. Já, við erum ekki það það nú. Já, þú spurði hvort einhver hafi labbað inn á mig. Já. Í kippinu eða með dömu. Akkur er þetta ákveðið að það verði að dama? Það er þetta góð punktur. Já, en það er að því ég veit að hann er gagnkynhneigður einstakling. Já, það er rétt hjá þér, vissulega. Nei, já, jú, þegar ég var úlingur þá átti ég mjög óþægilegt moment þar sem að ég var, ég og stelpa vorum að sofa saman og foreldrar hennar labba inn á okkur. Sko, ég kann að með þetta, voru þau bara Nei, ég var skróli. Nei, við höfum ekki tíma þetta, ég var fucking hálfvittar. Erðu? Nei, ég er að svitna svo mikið. Getur eitthvað bara... Strákar, ég hatt ykkur. Hætt. Herri, ok, sko, við þurfum að gefa einhvern. Og málið er það að annað af þessum liðum ertu ekki búin að gefa einhvern. Nei, einmitt. Og nema, við ætlum að fara í gegnum þetta og þannig að ég er með hvað þú gafst öðru liðinu hérna síðast. Ég vil þú gera aftur, það er tækskóla hratt. Já, tækskóla hratt. Elísan 1,5. Washed tofu, bara svolítið skemmtilegt washed tofu, einhvern veginn, þetta er 1,5. Hæ? Kitty með skástriki hérna fer upp í 2 fyrir skástriki. Bingo, til ég að. Hypo er eitthvað svo skemmtilegt, ég veit ekki hvað það er, bara hypo, það er eitthvað næs að segja, bara eitthvað hypo á lökkinu og þetta er bara svolítið skemmtilegt. Ég ætla að gefa hypo twist. Tix, fáum hérna, er þetta ekki ás? Þetta er ás sko, og stórt set í lokið. Og stórt set í lokið 2,5. Þetta er 3. Nei, Stepcat, þú veist, 1,5. Frostfire 050, þú veist. Oso. Nei, þetta er bara eitthvað allt annað, það er ekki. Frostfire, þetta er eitthvað svona fyrirsjálegt, svolítið smá 1,5. Normal Bob, við erum með eitt nullaninn eða ekki, við erum með eitt bannstrygg. Nei, þetta er caps. Þetta er lítstafur. Ok, þetta er mjög lítill skjár sem ég er að lesa og þetta er samanlega því eða ekki. Jú. Mjög stórt fyrir aftan þig. Vá, hvað er stórt. Vá, hvað er stórt. En hérna, Normal Bob er tvistur. Herði, ok, nú ætlum ég að gefa þér helvitspunktina. Já. Við erum að tala að þetta eru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nýtt. Hvað heldur þú að gefa mörgum jafn góða einhvern og síðast? Jafn góða? Já, bara sömu einhvern. Sömu einhvern. Ég ætla að vera bara drulli confident og segja allavega 7-8. 6-8. Wow! En sorry, það er ekki flókið, þú gefur fólki bara 1,5 eða 2 sko. Það sem gerðist... Þetta er bara 50-50. Málið er það sem gerist þarna hjá honum. Það sem gerist þarna hjá honum. Það sem gerist þetta hjá Agli hérna, hann gaf Tix 3 síðast, 2,5 nú. Og Kitty með skástrygg fekk tvist núna en 2,5 síðast. Ok, þannig ég er lækamenn. Tix er nefnilega hörku nafn, sko. Þú ætlum að komast að því hvað Tommy, Íseti, eins og hann er kallaður, Íseti, sem er reyndar hörkunni, en vissulega ekki vært að vinna meira með það. Ef við förum í gennum lista, Kid Wrangler. Kid Wrangler. Þetta er ekki nóg þjált fyrir mér, sko. Þetta er bara ás. Þetta er ás. 1,5 frá Tomma. Ok. Skyndibiti, þú veist, það er alltaf eitthvað bara svona, þú veist, hverjir elski ekki góðan skyndibita? En þetta er svona bara skyndibiti. Þannig að ég bara skrifa 1 strax, eða? Já, þetta er 1,5. 1,5? Það er ding, þú ert jafn Tomma þar. Já, en þú gafst þessi fyrra hærra, sko, ég get lofa. En við förum úr skyndibitunum í Burgerland. Í Burgerland, þú veist, það er svolítið, ég er svolítið hrifnari af því einhvern veginn, þegar að því leitunni til að, hérna, að, þú veist, þetta er, þegar þú ferði æsingin í Burgerland, skilur við. Þá er þetta samt bara 1,5, ég var áttamæður leiðis. 1,5, þetta var, ok, þú ert að gefa hærri einhvern en Tommy. Það? Hann var bara með einn. Hann með ásanna, sko. Presturinn. Presturinn er einhvern veginn, það er eitthvað sem ég fílaði prestinn.
En það ekkert sem að gerast Ég er reynda, presturinn samt að gefa þér núna þegar við fyrir minni leik, þú getur talað messu, þú getur talað predikun, þú veist, skýrð, þú getur talað sko nánast bara hann að molta hérna moltun, þannig að það er alltaf að hluti Presturinn fær líklega einu nikkið í frís núna sem að fá tvist án þess að vera með eitthvað í nafn. Þú ert svo gjafmyndum með Tóma. Björnsson, bara, þú veist, þetta bara ás, sko. Þetta er ás. Það er þetta jafnend út því að það var 1,5 hjá Tóma, sko, prestunum var 1,5 líka, sko. Ok, og Höppvi. Höppvi, er þetta eða bara? Þetta er bara Bara Höppvi. Höppvi. Nei, þetta er ekki rekturinn, þetta er ás. Það er það saman Tómi sagði. Já. Þetta er áhugavert. Við erum með svona svipaða meðalengun, síns mér. Já, ætlum að fara í vertigo það. Er það vertigo? Veit það ekki. Please, ekki vertigo. Við það, sko. Í svona leik, ekki vertigo. Takk. Nei, tekniskólinn er náttúrulega komin áfram fyrir þá sem að voru að stilla inn. Þeir eru komnir í úrslitin, við erum ekki að fara að keppa upp á neitt nema heiðurinn. Þetta eru ríkjandi meistari í FFA. Þeir þurfa klárlega að ná þessum CS-leik inn. Já. Við erum að fara í Einset. Gamla góða. Fórum við að líka í það er fínt. Einset er skemmtilegt má. Einset er allt skemmtilegt. Hanna, heyrið í engisbrettunum. Fallegt er það. Og loksins erum við mætt hérna í leikleikjana. Það væri eins og ég sagði kannski aðeins skemmtilegra ef það væri raunverulega kannski eitthvað meira undir en heiður. En hvað er mikilvægast í þessu lífi, Kristján Einar? Annað en heiður. Your honor, skilur við. Það er fyrir gömlu góðu dagana. Margt mikilvægara en það. En þetta byrjar nokkuð vel. Elísan kom með 2, tekur bæði Börgurinn og Björnsson út þægilegt í hausinn og þeir virðast alltaf taka hérna bara frekar þægilega inn á æð. Og Stófu og þeir eiga bara einfallega aðeins, bomban fer niður, tekur þetta er bara svakal. Tækniskólinn er að eiga hérna rosalegt ránd, skyndibiti 1 eftir með Dulíð, hittir inn í 1 haus, tekur úr Tix náði ekki á blæðinu, hann heldur bara áfram 2 þeir ætla að reyna hnífanir, þeir hætta við skyndibiti nær hérna 3 úr tækniskólinum en það er svo Stófu sem endar á því að hnífan og tekur hérna fyrsta rándið Stófu að næla sér í 3 frökirna strax í fyrsta rándi. Alltaf gott að byrja þessa leiki svona, byrja þessa leiki að krafti, þú veist. Já, ég meina á pappír á tækniskólanum að pakka þessu saman. Ef ég næ 3 frökkum í hvað heitir þetta aftur? Getur þú varst með 9 eða hann? Í stólunum? Í stólunum, sko, sem eru peyslunar. Þá veit ég að ég er að fara að eiga hörkudjúsleik. Bara við erum með heyrðu, það er mest að kjafta þessum veitum. Nei, ef ég næ 3 Hversu oft tekur þú 3K í fyrsta rándi og frakkar svo ekki það sem eftir að leikta? Það bara gerist ekki. Það bara gerist ekki. Kjafta þig. Það er verið að planta hérna. Kitty er að planta. Nafni minn sem er að planta. Nafni er að planta. Og Elísan í þægilegri stöðu tekur mjög einfallega prestinn og Hypo tekur svo skildikittan út. Þetta er farið að líta bara mjög Jesus Christ. Hvað var það hjá Rosenberg Frögg? Tók hann ekki 3 hana? Jú, tekur 3 hana. Heldur betur. Við vorum að fá rosalega fréttir. Þetta gæti hækkað engun. Gæti gert það, sko. Burgerland er eina stelpanserver. Hún heitir Burgerland. Já, og heitir Begga. Það er málið, sko. Einmitt. Gæti hækkað þetta eins. Heyrðu. Klassíski málinn þarna niður. Það verður eitthvað búst hérna. Íður. Hanskar, allur pakkin. Já, tækniskólinn er ekkert að grínast að kemur það síðast. Það er ekki búin að droppa mappi hérna. Það verður að mæna krypto upp í tækniskóla og eðiskinn. Það er verið. Alveg klart, þeir eru líka bara með einhvern veginn allar pósur alveg á 100% hreinu. Þeir eru hérna komið með B-svæði bara nokkuð þægilega, bomban fer niður. Skiptibiti 1 hérna með uspuna og já, þetta er bara þægilegt. Begga nær hérna haus af Hypo, þægilegt maður. Kósí, þetta er gott, þú veist, ef þú nærði einu svona skát í haus, þú færð alveg svona, það er góð kýlt tilfinning, sko. Já.
Gerist margt fyrir mig. Það er eitthvað svona sem að maður á svona óvart ránd, það sem að allt í raun bara virkar skáttinn. Og það er að skemmtilega sem við veitum, sem að því að maður ofpeppast og finnir næsta ránd og næri. Já, hann Kitty tekur út Borgarland. Beggur. Heyrðu, ok. Þetta er eitthvað að reyna. Þetta er að lauma sér eitthvað. Er nú tími? Nei, tíminn er búinn, hann er að reyna að ná hann í bakið á, ná vappan út. Jó, þetta var nú tæft maður. Missinn hins vegar. Tofu. En þetta eru báðir riflarnir að droppa þarna. Algjörlega. En 3-0. 3-0 tekniskólinn sem er eins og við sögðum í rándinu sem heitir hvað, ég gleym alltaf orðinu, það er ekki nóg gott nýrið ef ég manna það ekki. Stólurnar. En núna vill ég fara að sjá sjólu. Þú veist, hérna erum við að tala um það að hérna til dæmis, ef við lítum á FFA, hér á til dæmis Kid Wrangler að vera með XM og allt. Keira í helli, í bláa. Já, meinast, já. Og það er peningur, heyrðu. Þetta er brekka, þetta er ákveðið vesen. Sjá hvað það er velgert, mólinn og niður. Tækniskólinn er bara í alveg dildur. Það er bara svakalegt að horfa á þetta. Þau mættu bara til að vera með vesen sko og það er bara ganga heldur vel í þeim. Ætla bara mjög nauðsyn, ætla bara mjög greinilega að sópa þessari viðring. Já, það er lengi þarna en... Það er enginn hérna til að eignast vinni, maður sé það alveg gaumgæfilega. Skyndibiti hérna með vappan. Hitti? Nei, þetta er ekki skáttinn. Hann, hefði skemmtilegt. Já, af hverju segir vappin, hvað? Ég var náttúrulega confident í einhverju bulli hjá mér. Þetta var samt alveg flott bull. Já, takk. Mér er alltaf leið þægilega þangur til að ég var leiðréttur, sem er gott. Ég veit. Það á að leiðrétta mig. En með þessi fyrstu ránd þá verður erfitt að eiga við tækniskólann hérna. Ég held að hvar er þessi leikmenn að spila? Vitum við það? Erum við með einhvern af þessum leikmennum í einhvern deildum hana á Íslandi, Kreinar? Ekki sem að ég þekki allavega. Nei. Sko hreyfingar í þeim. Viðurkenni það, ég er ekki djúpt í sinni í Augnablikinu. Nei. Tekur bara fyrsta bæti þægilegur en Skyndibiti svarar. Já. Geti hérna. Þeir eru ekkert að... Sko ég er að pæla inn. Núna er Kitty að finna upp stollur og alls konar dót. Ég vil sjá okkar mann. Já. Henda í betri frasa beintengda Nikum. Beintengda? Þú veist, já. Bara, þú veist, eins og hérna, núna. Við erum að fylgjast með Björnsson. Þessi greina klárar hann eins og að... Tekur Elisson bara mjög þægilega út, sko. Þetta lítur vel út hérna fyrir FFA. Já. Ná sér í fyrsta rándið. Það er að taka ránd. Ég bara segja með Kid Wrangler og Skyndibita hana. Þú getur alveg hendi í eitthvað góðan frasa yfir það, skilur þú? Nei, hann borgum mig ekki nótlar að texta mig líka. Nei, ég skal hugsa um eitthvað. Þú hugsaður um eitthvað. Og hér erum við að leiða... 4-1 samt, það er mikilvægt. FFA kom með ránd á blað. Það er alltaf þungt að vera ekki komið með það. 100%. Það er bara því fleiri ránd sem líða því meira stressið og minna sjálfsöryggi, sko. Þessi leikur er rosa mikið sjálfsöryggi, sko. Ég verð svo lítill þegar maður leiður maður kemur inn í okkur stream, sko, þá er ég alveg átt, sko. Ég verð svo stressað þessi leik. Leiður að kemur stream. Ég er bara leiður að spila... Ég er bara fínn heima bara eitthvað í MM, skilur. Ég er aldrei betri en on-cam, sko. Já, það er nefnilega, þú veist, það er rosalegu galli í þessu. Bara bestu leikindi mínir er allir þessi sjómann sem búið Tomma sem hann er farin að eitthvað svona ljúi eins og það hefur verið fyrst. Já. Alveg, bara ósað grunnstöld enda alltaf jafntefli, bara nei. Einn manna aðturmannleik gæti bara ekki pakka mér. Því miður. Hvað segir þið? Bara þú veist, 5 manna, Tommi, heyrðu, presturinn, þetta er alveg predikun. Já, ná að predikunni. Koma hérna inn á verður að klára þetta. Tofu gerir það eins og er en Skyndibiti með þægilega línu til að taka bara út. Komið í bakið og allt maður. Presturinn, þetta er alveg guðspjall sem það þarf hérna, sko. Ekki droppa fyrir AK. Ekki droppa. Gerði það, sko. Þetta er bara allt. Ég hafði trúna, en... Heyrðu þér ekki í hana? Ég misti trúna þá. Algjörlega. Presturinn hérna einn á móti þeim tveimur. Veitum einn.
Staur. Þetta staur ekki stoppa sig sko, sem vel gert. Taktiskólinn tekur einfallega 15 rándið sitt hér. Þeir eru... Kann að meta þetta hanska kombo hana. Það bara geðveikt flott. Já, það. Hvað erum við að tala um að inventoryið þitt? Hvað valuationu á því? Ertu með eitthvað að vitið það? Nei. Nei, ekki heldur sko. Ég átti einhvern tímann einhvern vappa sem var metinn á eitthvað, þú veist, metinn bara á eitthvað $300 eða eitthvað. Herri, ég enda með eitthvað þannig líka. Ég með eitthvað rosa vappa. Ég held að það sé búið eitthvað, hann búin að lækka eitthvað aðeins. Búin að lækka eitthvað hérna. Annars átti ég nú ekkert þetta sko. Búin að opna fullt af kössum, það væri alltaf neitt vísum kössum. Mér finnst þetta bara miklu skemmtilega að opna kassana sko. Það er ógeðslega gaman. Maður gýrast vel á einhverjum svona lani, mæta henni að reyna með vinnunum sko, opna alla kassana sem maður á. Lappa út með ekki neitt. Nei, það er alveg málið sko. Það er hluta skemmtun. Maður er svolítið líka bara búin að vera, nú er ég búin að vera að safna upp sko. Nú er ég búin að vera að safna upp kössum. Því maður þú vilt safna til að eiga nokkra í að opna sko. Þetta er bara að líta allt of þægilega út fyrir tekniskólan. En skyndibiti gerði vel hérna, faldi sig svona ágætlega inn í horninu og smóknum. Henni vandrar að koma sér út. Hæpuklára hann bara. Þetta er líka 2 vappar sko. Já. Sem að vissulega getur alveg virkað í setið, það er ekki málið, en ekki í þessari stöðu, þannig að Kid Wrangler lætur sér bara hverfa, eðlilega. Kemur sér í fína línu og Wrangler hins vegar ekki hæpa á þarna, hefði þurft að gera það maður. Og þeir missa vappan og eiga, jú, samt sem áður bara allt í lagi penning, sko. En það er ekki svona með að við. Ég, þú veist, ef þú náttúrulega tapar öllum rándum og þá eftir ágætis penning, sko. En þú veist, við erum að tala um mjög einkennilegt kaup hann samt sem áður. Já. Þetta er vitlaus sjolla, fyrsta lagi. Bara algjörlega. Og negjöfinn að, já. Er þessi ódýrari eða dýrari? Ná, ég höfði ekki bara 17. Þú veist, það er rosa öflug svona up close. Þetta er bara ekki svona finesse swap, sko. Ég kann það samt ekki, sko. Nei, ekki þetta. Bæsoninn einhvern veginn alltaf að skilja. Herri, hörkuflass. Þú veist, Swag 7 er svona, hún er meira svona eins og C-setan. Ef þú nærð 2 killum þá er ekki hugmynd af hverju þú gerir. Nei. Eins og hann? Hérna, hún á í 1. Efaðist aldrei. Þú varst nefnilega ekkert að efast mikið. Nei. Sagði bara að það eru röngsjóla, en efaðist ekki, sko. Nei. Vissulega myndi ég ekki vilja hann í þetta reynseta. Nei, hérna er bara búinn. Það er ekki bara klárt. Þetta er ekki, þannig að Axel-minn eins og það bara virkar eins og vatni. Já, ekki þarna heldur, var þetta ekki aðeins svo langt? Nei, ekki í mínum pennum. Nei, það er ekki. 7-1, tekniskólinn, svona þægilegt ránd, svona nokkurn veginn. Það var nú ekkert mikið að gerast þannig séð. Það var bara eitthvað að vera að pikka. Það er eins og það er komin einn þægileg sjolla, okkar sjolla á Elísuna og Lexi náttúrulega veit hvað hann syngur. Vélinn mætt á sjóluna og við fylgjum bara Elísuna aðeins eftir. Heldur betur, þetta verður, þetta er allavega 2 frögg. Það er bara þannig. Ekki? Jú, það er 100%. Já, heyrðu, þá bara fara beint á miðuna. Ég kann að meta. Og keyri í gegn. Já. Af hverju ekki? Heyrðu, þetta er enda rosalegt múl hérna. Svaklega að gera. Vissulega önnur sjóla hana, vinna, annars þar í mappinu. Resturinn er ekki þægileg stuð þarna með hinna sjóluna. Kann að meta dedicationi hjá Lexanum hérna. Vera bara á sjólunni í smóknum. Ég er ógeðslega hrifinn af því. Já, og sjö, hérna kemur bara fragg. Instant. Fyrsta. Þetta er ekki flókið. Hanna, önnur sjóla. Þú baðst 2. Þetta er fragg hérna. Bam. Ok, aftur yfir Elísan. En droppaði sko. Elísan. Herru, er þetta sjól? Nei, það er komið sjól. Það hefði getið verið sjóla versus sjóla. Vissulega, já. Það voru, já. Vittlist hot sem hann leiti í hana. Algjörlega. En þetta lítur svona þægilega út fyrir FFA. Virðist verið að taka hérna annar randa sér. Nema að Wostofu, við veitum að það er hörku spilari. Ég er hérna með bombuna og lætur sér bara. Vissulega lár, 18 HP. 18 HP.
En þetta bara 2 hausar, sko. Það er bara alltaf hægt að horfa á þannig og hann valdi rétt, sko. Valdi bara aðeins, það enginn þar. Þetta hættulust að planta, en kemst upp með að rotate ekki komið. Býttu, ætla svo... halda donut. Treystir á feikið. Lesið á feikið. Og sjáðu, það báðir. Nei. Það efaðist, sástu það? Já. Þetta voru taugarnar. Þetta voru bara taugar. Þú gerir allt rétt fram að það. Já. Hérna má vera treysta betur. En kannski ekki fyrirlegt að séu ykkur að tauga. En þetta er stórt fyrir leikinn að FFA sé að ná hérna í annað rándið. Elísan, það er bara vitað hvað virkar. Einmitt. Eða búin að lesa hvernig hann á sér í TV-tæðum. Svo það líka, sko. Sem er hörkupunktur. Þetta er markastjóri, dansikonans. Þarna, beint á flotta hníf, flotta hanska, rétt vopn í höndunum. Mér líður þess að þetta sé þannig plana, sko. Þetta er þannig plan, sko. Ég líka virði það, sko, ég er ekki mikið að halda miðjunni með svona, hanna, long range, búm, en það er maður að hæra með, þannig að þetta er vesen. Það var vesið hjá Björnsson, búinn að ná sig í 2 fröggina. Kemur FFA í þægilega stöðu, en bomban er hins vegar að fara hérna niður. Skjóttur. Úff. Já. Jæja. 4-2. Hvað stöðu spilað þú í Ancient? Þú veist að ég fyrir að bíð. En þú? Ég held þig, aftur. Ég er bara þar inni með sjólu. Meira þess að í postplantu er ég bara þar. Ég er raunin það líka, sko. En ég hef reynda verið að taka bara frekar góða vélbyssu, sko. Það er mjög stökk. Einmitt. Gæti alveg verið það. 7-3. 2 ránd í röð. Alltaf gott að tengja líka eins og við tölum Kristján. Það er mikilvægt. Tengja 2 ránd, sko. Mikilvægt. Sjálfsöryggið. Já, efnahagurinn náttúrulega tennskólamegin. Ekki nógu góður. Nei, hann er í gólunu. En, þetta er svona stjórn. Shit, ég er að koma með opnum. Þetta var sterkt, sko. Verða vikina, mér finnst mjög áhugavert hvert er farið með XM-in alltaf. Rampur og miðja er ekki svona fyrsta 20 sem þetta er í hug. En það er kannski hluti af stemminguna, koma óvart, sko. Já, hérna eru kannski komin aðeins kunnulegur slúðar. Þetta hitta Kitty svona þægilega rinsa þarna bara og Það var ekki. Nei, hann var ekki takkað af það. Nei, nefnilega ekki. Því hann fór hann það niður í mollan. Eitt skot úr skápnum með þetta duga til hann. Já. Það er rétt. Presturinn. Og hvað ætlar að gera? Ætlar að labba á móti þessu? Herru, koma sér í pósuna hérna! Stíl hann frá Kitta, hann er búinn að vera... Hann er lúmskur. Búinn að vera lúmskur í rándinu, sko. Taldi að ég hef ekki séð Kitta eða heyrt í honum frá þessu leikur byrjaði. Nei, ég meit, hann er svona svolítið að velta þessars fyrir sig. Ég er bara, það er Kitti á server, sko. Já. Já, þú meinar? Okkar Kitti. Heldur svo okkar Kitti sem mættur alltaf inn í tekniskólan til að klára stúdentinn. Það eru fáránlegir hlutir sem Hann var heldur öflugur þegar við letum að prófa síðan sem við skiptið inn í fyrra. Fáránlegir hlutir í þessu. Herru, nei. Þú ert að lenda að hitta henni í haus. Kitti bara í tölvur, ætli það ekki það? Eitthvað stað það? Já. Bomban að fara niður á bíðinu. Þeir eru mjög auðvelt, sko, málið er að þeir eru... Já, sjáðu! Presturinn á sjálfunni gerði þetta vel. Byggust ekki við honum nær hann. Hypo líka gerir það ekki, en þeir eru að koma svo auðveldlega inn á sætin, sko. Já, bomban inn þú veist, vissulega er 1 HP á Kitta. En ég meina svo á móti skátunum, þetta er jafnt í liðum þannig sem maður hérna. Það eru einhvern veginn svolítið myndingin sem mann finnst eins og
FFA að gera hérna. Þetta er unnur ránd, þetta sko. Þetta bara unnur ránd. Og auðvitað, þannig að fara elda. Vissulega að missa þess að mannum hérna. En þetta samt bara allt auðvelt. Það er einhvern veginn, það er ekki... Ég veist, þetta var líka, hann var að halda í síðasta rándinu, sko. Já. Það er alltaf máli líka, sko. Það myndi ég segja taugar. Það ekki? Við erum ekki pæla nóg mikið í hlutum. Hef alveg gert það, við ekki hérna. Já. Það er nefnilega málið. Herra, en við erum komin í svissið. 9-3 í fyrra áleik. Auðvitað líka, og maður sér að það lifnar yfir kiddarum okkar þegar Stollurand er að byrja. Já, þá er hann, við vorum farin að halda að kiddin okkar væri mættur í tölvuna. Sem bara þessi kiddi og ætlaði að vera mættur í tekniskólanum til að klára stúdentsprófið. Og er það eitthvað sem er möguleiki að þú gerir? Að ég klári stúdentsprófið? Já, í tekniskólanum? Nei, ég hugsa svona núna það sem að vonandi sunnið réttan að ég klári háskólagráðanum mín eftir ár að þá þurfum við nú ekki stúdent, það sem að bachelorgráða toppar stúdent, sko. Rólegur á að, já. En bara svona í akademísku fræðum, ég geti fyrir í master, takkilega séð. Já. Sem náttúrulega er ótrúlegt, sko. Í ljósi þess að ég er ekki búinn með dönsku 103, sko. Það er eitthvað rosalegt. Já, það er vant. Og Kitty klárar þetta bara mjög þægilega fyrir tekniskólanum. Þeir eru að fara hérna í 10 ránd og virðast vera að sigla þessu þægilega í 3-0 bara hérna. Tekniskólinn ætla bara að sópa, FFA. Þetta er rosalegt steinn. Svakar. Já, þetta er það, sko. Ég meina, svona er það bara. Það skiptir bara máli hvernig þú kemur tilbaka eftir að þú ert knockaður niður sem að gerast í fyrra með tekniskólanum. Já, hún ætla bara fyrir Akranesið, þú veist, fyrra FFA í frís. Það er bara íþróttaliðið í að vissulega koma aftur upp í úrvalsdeild, þannig að þú veist, það er möguleiki núna. En nú þurfum við bara að byrja til allara þeirra sem að spila rafþjóttur á Akranesi að mæta tvíöld tilbaka á næsta ári. Þetta á ekki að skilgreina þau. Já, rís upp. Það er hárið. Ég held ekki að ég ætla að gera flotta hluti í bestdeildinni. Já, það er spennandi dæmi. Ég er svo spennt fyrir bestdeildinni núna. Já, það er rosalega. Herðu, býttu nú við. Það komur eitthvað glundróð í FFA. Hvað er að gerast? Það er nýlegur hérna en býttu Dugadur. Þessu færi. Tapar þessu aldrei. Er Dugadur búinn að vera inn á allan tíman? Nei. Já, þú ert að horfa á Nikki sem að birtist. Nei, býttu, Það var uppi eitthvað Dugadur. Ég hef aldrei séð Dugadur. Nei, hver er Dugadur? Það er ekki Dugadur. Þú tók vel eftir þessu ekki? Nei. Jú. Það kom Dugadur hérna upp í horninu aðra mig. Ertu að fá, veitu hvað er að gerast? Nei. Ertu alveg Burgerland? Nei, það kom Dugadur. Hvort var það FFA eða tekniskóli? FFA. Bara, það var ekki fiskbytti sem við segjum annað Nick í skórkant. Nei, en ég var ekkert að taka eftir því núna, sko. Dugadur. Var það ekki bara Burgerland? Já, það var, jú. Getur við ekki séð það eitthvað? Heyrðu, jú. Dugadur. Dugadur? Eða? Hver er Dugadur? Já, Dugadur mættur inn á hana. Já, Kid Ranger. Skemmtilegt. Vá, heyrðu, sorry. Nei, einhvern veginn efast alveg svakalega, sko. Já, ég bara skilða. Herru, það er match point. Það er match point, sko. Byggja efast. En svo minnum við að liðin á að núna, ég þú veist bara eins og í næstu umferð, skólinni þurfa bara að mæta svæðið, fjölmenna hérna í arena og sérstaklega sem fyrir úrslitin. Tekniskólinn þannig að bara að byrja að smæli rútu bara núna. Það er bara þannig. Það er bara einfallega þannig það er komin sús þarna líka sko bara svona aðeins að leika sér sko. Það er allir að sús. Það er allir að sús. Og ekki með neitt annað. Mitt, það er svolítið staðan. Og FFA er að drepa... Já, ok, býtu, það er staðan. Við erum að enda þetta þannig. Já. Ok. Vissulega ekki séð þetta aður. Við ekki hana. Þetta var athyglisvert að ríkjandi meistar taki sér svona út úr leiknum. Vá, maður. En kannski orðnir bara pirraðir og... Þú heldur það? Já, en ég meina samt, skilur. Þetta er ekki nett. Þetta er ekkert cool. Nei. Við getum ekki, hérna... En, einfalt. Tekniskólan. Já, tekniskólan er komin í úrslit. Sópur. FFA það bara að rísa upp hérna næsta ári. Mæta tvíl tilbaka. Þau með vera pirru núna í hvað ég að gefa þeim? Viku? 2 mánuði? Já, allavega... ég vil bara sjá. Já, við erum bara ennþá reið þegar við mæta tilbaka þetta næsta ári. Bara þannig. Ef að sjá hvernig
þetta lítur allt saman út, sjáum hvernig brakketið er. Hérna fáum við þetta allt upp á skjáin. Tækniskólinn búinn að tryggja sig í úrslitafrís 17. apríl. Allt náttúrulega í beinni útsendingu hér á Stöð 2 eSport og á Rafíþróttir og Twitch. Og þetta hér í Arena og á Bytes. En róum okkar eins og við erum ennþá að tala um leikina og fá þetta hérna. En í næstu viku, FSU, FG. Annarkvort þessari liða er að fara að mæta þá sigursælasta liði frís. Ég meina það verður einu sinni verið frís sem að Tækniskólinn vann ekki. Það var í fyrra, það var FFA sem vann þá. Tækniskólinn sópaði minna núna. FSU FG verður rosalegu leikur. Vægasagt. Þetta verður rosalegu. Það er eitthvað sem segir mér að þetta verði ekki sóp í þessum leika á næsta miðvikudag. Og ég er bara svona vona ekki, vona við fáum kannski svona, ég var til í að fá loksins 8 leikinn hann í lokaleiknum. Erum við eitthvað búin að vera mikið í því? Er það ekki búin að vera þannig að, er það nokkuð? Nei, þetta verður bara veisla. Þetta verður bara veisla. Það er bara nákvæmlega þannig. Eitthvað meira að segja, það er ekki hægt að segja mikið meira, svo sem eftir þetta. Þetta var bara vel gert Tækniskóli. Já, bara til lukku með að vera komin í úrslit. Og þetta er svar við því að mista bikarinn yfir, í fyrra en þau verða að klára þetta. Það gerist hér 17. apríl, þá fáðu leikinn til þess að endur heimta, hvað er þetta, 12 kíló? 12 kílóin af einhverju sem er ekki góðmálmur, þetta er bara málmur, en það er heldur betur til mikils að vinna, ég er svona allavega í kílóum. En eftir viku, FSU, FG, þau þökkum fyrir okkur í kvöld, sjáumst aftur hér á miðvikudaginn eftir viku. Bingo!